Velkomin í Elko-deildina. Það mánudagskvöld og þá tökum við á móti ykkur. Það komin ný vika og það komin tími á nýja umferð í Elko-deildinni. Heldur betur. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og ég verð með ykkur hér í kvöld en ég nú ekki einn að sjálfsögðu. Það alltaf mikið fjör í stúdíónu hjá okkur. Stefán Atli með mér hérna á skrifborðinu. Heldur betur, ég Stefán Atli með hérna á skrifborðinu og við erum nú ekki einir Ólafur. Það eru með okkur tveir aðrir. Já, þarna alveg lengst í burtu hinum megin, Aron Fannar og Gunnar Björn. Munu koma inn með gáfuleg komment á milli leikja. Misgáfuleg. Já, einmitt. Þarna eru strákarnir í sófanum. Já, það er alltaf kósí á þeim í sófanum. Ég kom inn á minn stað. Já, þið fikku klaka í vatnið og eitthvað. Ég var ekkert með að klaka, ég þurfti að koma til ykkar til að fá það. Alltaf eildan hérna. Já, það er nokkuð ljóst. Þú ert komin hinum megin, þú varst hérna í síðustu viku. Já, ég var að leysa ykkur af, þið voru í frí. Já, hvernig var? Ég náttúrulega fer ekki frí. Já. Hvernig fannst þér? Þetta var upplifun. Já. En ég hafði líka gaman að þessu. Já. En þá svitna samt. En við erum ekki hér bara til að spjalla og hafa gaman, við erum hér til þess að ræða smá Fortnite, eða ekki? Heldur betur, Ólafur. Það er hérna, umferð 4 í gangi núna, þannig að leikir 7 og 8 spilaðir í kvöld, 5 og 6 spilaðir í síðustu viku. Einmitt. Hvernig var síðasta vikan? Hún var ansi góð. Mikið af sömu sigurvegurum samt. Heldur betur, sömu sigurvegurum eins og þú segir. Þannig að Aron náttúrulega, hvernig fannst þið síðasta vika, Aron? Ógeðslega góð. Já. Allavega fráum mikið að því sama. Já. Deinarsson fyrsta leik, Ækristó annan leik. En Ækristó í seinni kom rosalegur inn. Já. Hann með 10 fellur sem er bara nýtt met. Já. Og ég held að hann kom upp svangur í kvöld líka. Ég fíla það. Það er náttúrulega bara, það er ekkert skemmtilega heldur en það og bara fyrir þá sem eru kannski stilla inn í fyrsta skipti þá er þetta Elko-deildin. Við erum með 10 umferðir sem við erum að spila hérna á mánudagskvöldum. Þetta er umferð númer 4. Það er samtals 20 leikir. Heill haugur af stigum eftir í pottinum en við erum kannski komin á þann stað núna erum við að nálgast miðbygg deildarinnar. Heldur betur. Í næstu viku þá erum við að taka miðjuumferðina þannig að Denas og Ækristó búin að skipa sér í ákveðin eldi flokk hérna í mótinu. Í toppsætunum. Já. Algjörlega.
Þannig að ef við hugsaum skilur hvað við endum síðan þegar við tökum top 50 spilarana, þeir keppa hérna frammi Algjörlega, á arena. Já. Og það verður allt gert í eigin persónu. Algjörlega. Þannig að, en þessi spilarar sem við erum búin að tala um, Dena Stretton og iCristo, þeir verma efstu 2 sætin á stigatöflunni og kannski áður en við fyrir lengra þá ættum bara að fá stigatöfluna upp á skjáin hjá okkur. Heldur betur. Við farið yfir hana í sameiningu og þarna sjáum við það. iCristo á toppnum, 29 fellur og 2 sigrar, 141 stig. Já, það svolítið mikið að stigum. Bara alveg ekkert eðlilega mikið að stigum. Við horfum á Elko-deildinni Emil í 3. sæti með næstu því helmingi. Helmingi minna, já. Dena sæti í öðru sæti með 22 fellur, 3 sigra og 135 stig. Við sjáum sko að fellunar að lyfta Kristó upp í 1. sætið. Já. Þannig að það greinilega borgar sig að vera felluglaður. Já, og þessi leikur þarna, það sem ekki sigur, af því að núna erum við búin að spila 6 leiki. Já. Og þú sér það að þeir eru með 5 sigra á milli sín. Þessi leiki sem var ekki sigur hjá iCristo var annarsæti. Já. Þannig að þú veist, eða top 10 allavega. Þannig að þú veist, hann alltaf búinn að vera þarna og það það sem við erum búin að tala um og það sem þú varst að tala um sérstaklega, Aron, hann svo duglegur að koma sér djúpt inn í hringinn snemma og láta alla aðra róteta í gegnum sig og það bara, hann spilar endgameið bara betur heldur en allir. 100%. Það sem ég vil samt líka koma inn á, ég var með yfirlýsingarna síðustu viku, þannig að ég spái Dena sem sigur þessa móti. Já. Ég ætla að koma inn á það, þannig að báðum leikunum, eða bæði kvöldunum, öllum kvöldum, iCristo búinn að detta og snemma út í 1. leik. Leið og hann getur farið að sýna meiri stöðuleika í niðurstöðum, þá held ég að hann hefur sýnt okkur að hann hefur allt þess að skeina þessa móti, sko. Já. En sko, ok, það samt eitt sem ég vil flagga hérna líka. Sko, ok, það nokkru hlutir hérna. Við erum að sýna núna top 11, skilur við. Ég myndi segja að hvert einasta sko sæti sem hún ferð upp eða skilur við, þú veist, í þessu móti afrek. Algjörlega. Mér finnst alveg drullu cool að vera bara ég með 23 skilur við, þú veist, af því að þetta eru bara bestu Fortnite-spilarar landsins sem hittast hann á server. En ég vil henda athygli hérna á Relax Lester sem að þráttur það að vera með 0 sigra með 22 fellur. Já. Hann ekkert að slappa af, hann Lester í þessum leik. Felluglaður. Ég kallaði hann alltaf óslagi í Lester. Já. Nei, það er bara nákvæmlega það sem í gangi og við erum búin að taka eftir þessu. Hann bara með fótinn allalega á inngjöfunni frá 1. sekúndu í leiknum. Algjörlega. Það bara geggjað að sjá það. Algjörlega. Marcix Twitch, ég ætla að kalla hann high ground meistaran okkar, hann alltaf komin á high groundið, alltaf að standa sig vel þar. Hvaða önnur nöfn hérna, svona, þú veist, hafið þið sérstaklega tekið eftir í leikjunum og hvað svona finnst ykkur gaman að sjá hérna? Já, Ravik Lexi mjög fín. Já. Og FH Stöffi líka, Breki Uno líka. Mér finnst pínu erfitt að sjá að Tompir ekki í topp 11 í gamla daga þegar maður var að spila, þá lendi maður stundum á mótunum og jú, maður hefur fellt hann í World Cup, meira að segja. Þannig að ég var til að sjá hann komast upp á Hann var vist fjárverandi síðustu. Já, hann líka náttúrulega skiptið yfir í aðra leiki eftir svona í COVID en náttúrulega kannski hefur ekki náð fortri frægð í Fortnite hingað til. En allavega virkilega gaman að fylgjast með öllum þessum leikmönnum og áður en að við förum og höldum áfram með sjóið þá ættum við að fá að sjá klippur úr síðustu viku. Við erum með klippurnar þar sem að leikinni klárast, leikur 1 og 2 þannig að þá annars vegar þegar Dena Stretton vinnur fyrsta leikin og iCristo vinnur seinni leikin, þannig að þegar framleiðslan tilbúin þá erum við tilbúin að fá þessar klippur upp. Það væri allavega gaman að sjá það. Þarna fáum við það. Og þarna sjáum við það, við erum að fylgjast þarna núna með Lexi Rocket líkir ég ráð fyrir þetta sé, Lexi RL nema eitthvað annað kom í ljós. Með broskallin fyrir aftan nafnið sitt. Já, spilar þetta vel og þarna erum við sko gaman að sjá líka, þú veist það sem við töluðum daginn, spilararnir eru byrjaðir að spila aðeins öruggar. Já. Þeir eru byrjaðir að hugsa það hvernig þeir að hreyfa sig, minna það hvernig þeir að fæta. Dena Stretton með high groundið. Heldur við þarna Glow Drixie, konungur Sandy Steps. Mér finnst líka áhugavert að sjá að Storm Surge í gangi þrátt fyrir að hringurinn sé sko nánast lokaður sem þýðir að það eru greinilega mjög margir að halda sér á lífi. Já, og sjáu, allt í þér bara á einhverju 1 sekúndu fóru þeir á því að vera 4 eftir niður í að vera 1 eftir. Og Dena Stretton tekur sigurinn. Sýnir hvað high groundið skiptir miklu máli. Algjörlega, high groundið skiptir máli.
Og þarna förum við í leik nummer 2, Skipið í Toilet, hann þarna John Cena, drullu flottur að því, bera ofan, tilbúin að gefa fólki People's Elbow, sko. En hver þarna? Crystal, engin annar. Vá, tekur 2. Mjög flott hjá honum, nær Elko-deild Emil, eða hvað? Næstu því. Skipið í Toilet þarna undir honum, byggir, heldur svo öruggum, Elko-deild Emil hlýtur að hafa verið búinn með material sérna, trú ekki öðru. Nær samt einhvern veginn að snáka sér þarna inn og flott, vel nýtt, armorveggur hann veit að Elko-deildin Emil og núna það 1 á 1 hann. Já. My god! Kristó með fyrsta sætið þarna. Þetta endgame hjá Kristó eitt af besta sem ég séð, sko. Mjög gott. Þetta var geggjað. Mjög flott hjá hann. Þetta var þvílík fella, maður. 10 fellir líka í þessum leik. Já. Það er rosalegt. Hvað, var hann ekki með 22 í heildina? Jú. Hann tók í einum leik næstu 2-faldaði fellufjöldan. Sem sýnir að þetta aldrei búið. Þú getur alveg náð leik með fullt af fellum. Fengi fullt af stigum. Þannig var hann líka einn góður leikur hjá honum. Hann með 45 stig í einum leik. Já, talandi stig, þá skulum við fara yfir stigin og hvernig stigagjöfinni háttað hérna. Við erum komið glænýja og fína grafík til þess að sýna það líka. Heldur betur. Við erum ekki með grafíkina. Nei. Jæja, þá það svo sem bara förum betur við það næst. Já. En við lifum með því. Við lifum með því, en heilt yfir, eina sem þú þarft að vita. 2 stig fyrir fellu, 25 stig fyrir sigur. Nákvæmlega, það það helsta. Það eina sem skiptir máli. Svo fer þetta aðeins minkandi, ég held að séu veitt fyrir hvað topp 20 eru einhver stig sem fara út, en annað en það, þá bara er það ansi flott. Algjörlega. En áður en að við siglum inn í fyrsta leikin, viltu þá kannski byrja að fara aðeins yfir með okkur, Stefán Halli, hvernig leikurinn virkar? Já, Fortnite, svona Battle Royale leikur, þar sem að 100 einstaklingar eru í svona Battle Bus, Battle rútunni og fljúa yfir eyjuna, hoppa svo út úr rútunni og þessir 100 einstaklingar að keppast hver stendur upp einn eftir sem sigurvegari. Leikmennir finna vopn og aðrar auðlindir á kortinu og svo hringur sem að þrengist alltaf við kringu það sem svo kallar stormur og leikmennir að halda sér inn í hringnum til að missa ekki líf og vera einir eftir á lífi og þeir geta safnað náttúrulega við og mústinum og stáli. Já. Byggja alltaf því að halda sér öruggum. Núna væri gott að vera með hringjamyndina sem var búið til, sem að fólk átti sig á því hvað leikvöllurinn minnkar í raun og veru mikið. En það var eitt sem að Aron kom inn á hérna rétt á hann sem að mér langar sérstaklega að stoppa og útskýra, sem Storm Surge. Af því að núna höfum við talað þetta í nokkrum útsendingum, við erum byrjuð að sjá þetta í meira mæli, að það ekki allir fallnir, en Storm Surge í rauninni ákveðin hlutur í leiknum sem að tryggir það að það bara ákveðin fjöldi spilarar sem lifir af inn í ákveðna hringi. Algjörlega. Þannig að ef það eru of margir spilarar lifandi þegar hringurinn er of lítill, að þá sá sem að hefur lægsta skaðan, búin að gera minnsta skaðan við aðra spilara, byrjar hann bara að taka skaða. Bara kemur ykkur elding, segir nákvæmlega hvað hann er og hann þarf núna bara að fara, gjöra svo vel og berjast eða þá hann mun bara sjálfkrafa falla úr leik. Algjörlega. Þannig að mikilvægt að fólk viti það heima ef þau fylgjast alltaf með og sjá einhverja bleika eldingu lendi fólki og einhver verða síðan bandbrjálaðan og hlaupa af stað. Kemur í rauninni veg fyrir að fólk getur bara falið sig, þá þarf í rauninni að taka þátt í leiknum, það þarf að gera einhvern skada á einhvern. Algjörlega. Þetta er líka gert til þess að halda servernum góðum. Það var náttúrulega gamla vesenið í Fortnite áður en þetta inn var það að þú varst kannski með 60 manns eða eitthvað og Sony var byrjað að hreyfast og það var bara, laggaði allt. Þannig að það er gott að þetta sé komið, gott að við séum með þetta og þá held ég að sé svo sem okkur ekkert að vanbúnaði annað heldur en að fara að sigla inn í fyrsta leik. Kannski getum farið yfir svona 4 góða leikmenn. Herðu, já. Algjörlega. Að sjálfsögðu. Það eru þekkt nöfn ný og keppindur á öllum aldri. Við erum náttúrulega með Elko-deild Emil. Já, segist vera Sigma. Já, hvað sem það þýr. Við erum komin, ég tala þetta tungumál, skipið í Riz og þú veist, what the Sigma, ég kann þetta allt saman, En Elko-deild Emil, áhugavert Nick, skýrir sig eftir deildin okkar. Það er mjög flott. Spurning hvort að hann sé að sækjast eftir því að fá jafnvel spons frá Elko. Það er eitthvað. Elko, vitið hvað þið finnið Emil? En svo segir hann að hann sé líka 2-faldur Íslandsmeistari í badminton.
spilar á PC og það kemur mér kannski ekki óvart, ég meina Denas, mikill afreks íþróttamaður, hérna eru við komið með annan, Elko-deild Emil situr í 3. sæti, góð samhæfing, svona handa og augna bæði í badmintoninu og í tölvunni. Algjörlega. Bara ansi flott, við erum að sjá afreksfólki skara fram úr hérna í tölvunni líka. Heldur betur. Svo erum við með FH Steffi eða Hrafnkell Inga. Hrafnkell Ingi, já, 16 ára. Segist spila mikið Fortnite Competitive eða bara keppnisútgáfan af leiknum sem í rauninni það sem við erum að spila hér, þannig að ég gerir ráð fyrir því að hann sé að taka þátt á einhverjum mótum og spila ranked mjög mikið. Mjög gaman að sjá það, hann á 8 systkini. Það er svolítið mikið. Það er ógeðslega mikið. Já. Það er bara eins og Ísland árið 1800 eða eitthvað, að allir áttu fullt af systkinum. Já. En svo hann er líka með tattoo. 16 ára gamall. Já, það er Ég ætla nú ekki að vona upp hann sko. Ég á 9 systkini með ennþá fleiri tattoo. Eða það? Já, Nei, þú átt ekki 9 systkini? Ég stóð ég 9 systkini. Hvað ertu í 9 röðinni? systkini? Já maður. Hvað ertu í Ég röðinni? næst aftur. Býtu, hvaðan ertu af landinu? Keflavík. Keflavík, ok. Næ, það er nú ekki merkjum neitt sko. Það er allir með 9 systkini í Keflavík. Já, jú. Það eru bara 3 fjölskyldur sem búi í Keflavík. Öll systkini. Já. Herðu, grafíkinn! Já. Þarna eru við maður. Fella 2 stig, 1. sæti 25 stig, 2. sæti 18, svo 15 fyrir 3. sæti, svo kemur 4. til 7. sæti, 10 stig, 7. til 10. sæti 5 stig, 11. til 15. 3 stig og 16. til 20. sæti 1 stig og segðu okkur aðeins frá hringjunum hann að hægra megin. Já, þið sjáu að hringirinn eru sér þannig að þeir byrja þannig að bara þeir eru víðasti hringurinn og svo þrengist hringurinn alltaf eftir því sem liðar á leikinu og það er ekki alltaf eins, það er mjög mismunandi eftir leikin sem þú ert í hvar hann endar sko. Það getur verið hægra megin, vinstra megin á mappinu, þannig að og þetta eru svona, ég held sér 8 eða 12 hringir eitthvað svoleiðis. Já, geggjað. Sjáðu hvað strákarnir inni voru snöggir að henda þessu upp fyrir okkur. Ángrín. Þeir eru góðir sko. Bara fagmenn. Þeir eru á pútinu. Samt að þú reyði ekki búin að kveikja ljósin en það finnir 20 sekúndur fyrir útvíku. Sko. En gerðu það fyrir. Já, Stefán Alli sko ætlaði að fara að svitna bara í gegnum gólfið. Það var bara, hvar eru ljósin? Stefán Alli Gunnar er vanur að vera inni. Já, kemur hann út og fyrir allt í rugl. Svo erum við með Fannar the King 1. Já. Býr á Akureyri, gott að vera með gott fólk á norðan. Æfi fótbolta með KA. Að eigin sögn, þá er hann fljótur að hugsa og hann er sjálfsörgur. Og það eru bara 2 hluti sem ég myndi segja skiptir mjög miklu máli í rafíþróttum og fótbolta líka. Ég vil líka sjá þetta Káa. Káa, já. Bikarmeistarar, daginn. Ég verð eiginlega að halda með Fannari þar sem ég er frá Akureyri. Ég er reyndar Þórsari sko. Ertu frá Akureyri? Ég er frá Akureyri sko. Þannig að ég kom með nýjan. Hvað er þetta ekki með þunga Káið? Ég er í þorpinu. Já, ok. Þannig að ég er með Þórsarunum sko. Þeir unnur enda Rocket League núna bara fyrir mánuð eða eitthvað. Hvað, Þórsarar? Já, Íslandsmeistarar verið Rocket League. Búin að vera að gera góða hluti í CS líka. Já. Ég er ánægður með Þórsaramenn sko. KA skilur þú veist, ég meina þeir fá að vera með allavega í rafíþróttunum. Það væri gaman að sjá KA og vera með eitthvað svona grudge-match hérna fyrir norðan sko. Já, ég var bara jafnvel til að vera sænaður bara hjá Þór sko. Já. Rafíþróttunum. Það er að redda því. Já, svo erum við með Ask Nóason eða ANOXIVAF. Já, herði, sko, ok. Við erum ekki með nákvæman aldur, við vitum að þetta er ungu spilari. Já. Og hann segir að hann byrjaði að spila Fortnite vegna áhuga pappa síns. Og það er svona minn draumur. Og strákarnir mínir spila Fortnite akkurat sko út af áhuganum mínum sko. Þannig að ég tengi vel við þetta. En svo kemur hann er skýrður höfuð á fyrsta manninum í norrænni góðafræði, Askur. Akkurat. Svo hún finnst svart kaffi gott. Ungur aldri. Já, og hamsturinn hans heitir Marty McFly eftir Back to the Future. Þannig að ég sé fyrir mér einn góðan, ungan Fortnite-spilara sitjandi með einn rjúkandi bolla að horfa á Back to the Future. Sko. Iðnaðar kaffi sko. Já, iðnaðar kaffi. Sko. Það er bara, hann fer ekkert í Nespresso, það er bara uppáhaldið eða ekkert. Sko. Já, Back to the Future, eina bestu bíómyndir sem gerðar það að vera, sko, kom út 1985, Já. 1989 og 1990. Þríleikurinn sko. Já, þríleikurinn. Þetta eru geggjaðar myndir sko. Mjög góða myndir. En sko, ég myndi samt giska á það að flestir krökkunum sem eru að horfa á okkur núna vita ekki hvað Back to the Future er. Nei, það er áhugavert sko. Það er synd að þetta er svo góða myndir. Samt kom sviðbrettið í Fortnite í einhver tíma. Það er rétt.
Kannski þurfum við bara að finna einhverja leið til þess að vera með bíókvöld fyrir alla áhorfendur og keppendur Fortnite, Elko-deildarinnar í Fortnite að horfa á Back to the Future. Það væri gaman. Svo þau skilji öll nafnið á hamstrinum hans Lykilatriði. Ætla hann sé með hann á hliðinni svona að horfa á. Já, það lítur bara að vera. Hamsturinn er á lyklaborðinu. Hann er að spila. Þú veist ekki að því, Askur er bara músin, það er hamsturinn á lyklaborðinu. Algjörlega. En já, mér finnst alltaf svo gaman að fara í gegnum þetta. Við erum búin að læra svo mikið. Já, það er gaman að fá að kynnast þessum leikmönnum hægt og rólega. Við erum örugglega búin að vera að kynna núna við erum 12-15 leikmenn, Já. Þannig að það er fínt og svo höldum við áfram út deildina að kynna fleiri og fleiri leikmenn. Já, og endilega fyrir þá leikmenn sem kannski eru að horfa, eru ekki búin að fylla út spurningalistan, svo við getum akkurat fjallað ykkur hér í settinu. Við erum ekki með fleiri spilara svo sem á dagskrá núna, þannig að það er bara að fara að koma fyrsta leik. Hvað býstu við að sjá í fyrsta leik? Já, ég býst við að sjá Denas og Kristó að þeir eru eftir bara að standa sig mjög vel. Þeir náttúrulega eru að vera með þessi 2 toppsæti, þannig ég býst við að þeir reyna að halda sér þar og eins og ég segi, Kristó áttur að duglegur að koma sér inn í hringinn frekar neðalega, frekar fljótlega, Ok. Þannig að hann er áttur að halda sig við þá strategíu, Við vorum að fá skilaboð hérna á framlýstunni að Þjarkur sem að hann var 38 ára eða ekki? Eitthvað svoleiðis, Já, við tölum um hann elsti spilarinn. Hann ætlar að lenda á Kristó. Hann var að henda því í Discordi, Hann ætlar ekki að gefa Kristó fleiri sensa sín mér. Hvort að það sé sniðugt eða ekki. Það kemur í ljós. Það eftir að koma í ljós. Við þurfum að fara inn í fyrsta leiki til að komast að því. Það heitir alveg Þjarkurinn og ástæða lausu, Já, vinnu Þjarkurinn. Ég meina, að vera 38 að vera að spila í þessari deild, það er bara, það er bara eins og að vera 65 ára að vera að keppa í formúlunni, Það er alveg klikkur, Nákvæmlega. En já, Gunnar og Aron, hvað búist þið að sjá í þessum leik sem er að fara að koma hér? Það sem ég vil sjá frá Kristó sérstaklega, hann hefur komið kaldurinn í fyrsta leikinn á kvöldinu. Já. Og svo hitnar hann. Ég vil sjá hann bara koma heita hann inn núna, bara strax, og bara þannig báðuleikina. Já, bara koma inn með fullu sjálfstrausti og bara ég er með þetta. Nákvæmlega. Já, ég sammála. Ég er hins vegar, ég vil sjá hvað Fannar gerir í þessum leik, Ég er komin hans vakt, Já, þú er komin hans vakt. Fannar the King. Já, þannig að það er spennandi. Hann er í topp 3. Nei, hvað sagði það? Jú. Nei, það er Elko-deildi Emil í 3. sæti. Alveg rétt. En já, það verður gaman að sjá hvernig Fannar stendur sig í næsta leik. Já, ég meina, við erum ennþá að bíða eftir hvað getur sagt, aðlögunar kóngunum, skilurðu, þeir sem aðlaga sig að metunni og rísa upp á toppinn, skilurðu. Mér finnst þess að við séum ennþá bara í topp 5, topp 6, þá erum við ennþá að sjá bara einstaklingarna sem er bara strax í fyrsta leik. Skáru sér svolítið úr, en það er ennþá nóg eftir að spila, skilurðu. Nóg að spilum í pottinum. Já, og allir þessi spilar eiga sens á að vinna sér upp töfluna. Þannig að, þú veist, ég bara, það sem að ég ætla sérstaklega að fylgjast með fyrir utan það að reyna að koma á staði hversu marga kílómetrar Denas synti í síðustu viku. Algjörlega. Að þá langar mig að sjá bara hversu aggressíft spilararnir spila. Þú veist, hvort að við séum að fara ennþá meira viku eftir viku í þetta, ég ætla bara að halda mér rólegum, ef ég er kannski að berjast í þig, mér líst ekki vel á hana barða, þá ætla ég bara að koma mér í burtu, þú veist, ég ætla bara að lifa aðeins lengur og bara reyna að rísetta. Þetta er það sem mér fannst stærsti munurinn á fyrstu umferð og annar umferð. Algjörlega. Og svo bara sjá hversu marga relax lestir keyrir niður á æði ferð sinni í gegnum. En svo getum við líka að séð, Elko-deildi Emil, hann er einum Kristó-leik frá því að joina það upp á topp 3, Já. Þannig að þess að 6 ára niður á fórstuna. Það væri hvað? Já. 45 stig sem hann getur fengið ef hann tekur þannig leik og þá erum við komin inn í leik númer 1 hérna í 4. umferð í Fortnite Elko-deildinni og þarna sjáum við rútuna farna af stað, spilarar byrja að dreifa sér af vítt og dreif allt kortið, 49 spilarar hefja leik hér í kvöld, aðeins 1 stendur eftir sem sigurvegari í lok þessa leiks, skulum við vinda okkur beint í hasarinn. Við erum að fylgjast með Þjarki sem komur stóra yfirlýsingar á hann. Já, fylgjumst með því, hvar ætlar hann að lenda? Er hann er bara, herri, hvar er Kristó? Hann er bara að leita. Já. Hann er að fljúa yfir, svona miðjun og kortinu eitthvað svoleiðis. Hann er með þetta góða tindáta skinn, Fellur vel umhverfið. Já, munið eftir tindátum.
Þú veist, leiku þið ykkur með Tindata þegar þið voru litlir? Já. Ég lofa ykkur að sko Askur, Anno Exivaf, hann örugglega heima á sig með Tindata bara akkurat núna. Heyrðu, Kristó! Hann búinn að fá smá skot á sig. Býtu, hvað eru margir sem í Castle Doom? Nei, þetta eru NPC-arnir, ok. Hann var samt ekki lentur og hann var strax komið með 50 í líf. Já, svona gerist þegar þú ert á topnum á lítiborðinu. Það er engin grið. Hann getur notað byssu. Nei, hann getur notað þessa byssu til að sjá hvar leikmenn í kringum sig. Þetta er mjög góð byssa hérna í tilefni ammæli Fortnite þá komið með þessa flugeldabyssu. Já, þetta er breyting frá því í síðustu viku. Þannig að þetta er nýtt. Mjög snið. Og spilarar þurfa að ákveða hvernig þeir ætla að nýta í þessa nýjung. Mjög gott til að vita staðsetningu annarra spilara. Við sjáum að það eru einn greinilega fallinn að þeir eru 48 af 49. Já. Þannig að það er áhugavert, Stefán, að hugsa til þess hvort að við munum sjá einhverja spilara þegar að koma með flugeldabyssuna í late game. Já. Því að það að vita nákvæmlega hvar allir eru gæti skipt sköpum í þeim fasa á leik. Algjörlega. Svo er ammælistertarna líka á Fortnite sem hann getur fengið sér smá skjöld með því að borða þar tertusniðanar. En sjáu eitrókar, í Lax Lester. Hann er ekki lengur í Lax Lester. Nei, hann heitir Aim Like Lester. Hann er búinn að fatta, bara ég er ekkert rólegur. Nei. Hann virðist vera, hann er með Doomstad þarna bara útaf fyrir sig, nóg að lúti og bara held ég lítið af áskorunum þarna fyrir Lester. Hann bara hefur nægan tíma, ná í öll materials sem hann þarf. Lester tók ekki medalíuna frá Mysterio. Hann hendi medalíunum niður. Já, ég held að hann hafi líka lítið við hann að gera. Já. Þessi Mysterio medalía, það er hún sem að læta yfir ósýnilegan þegar þú krýpur það ekki. Jú. Þannig að það er sko voða lítið svona, þú veist, það hefur voða lítið virði í þessum leikjum. Já. Þú ert ekkert eitthvað að lenda í því, þannig að það er betra fyrir þig að bara skilja hann eftir á mappinu í staðinn fyrir það að sýna öllum hvar þú ert cirka bát. Akkurat. Þó að þú getur orðið ósýnilegur með því að beðja þig. Hann sleppti að taka flugeldabyssuna upp sem er þarna fyrir neðan hann. Já. Það er eitthvað, eða hvað, kannski tekur hann upp. Það er greinilega alltaf hann að, þú veist, þetta er ekki hans strat, hann ætlar ekki að nýta sem það. Nei. Og alveg, þú veist, bara mjög góð pæling þar. Ég meina, þú veist, ertu tilbúin að fórna sem sagt einu slotti þar sem hún gæti verið með byssu eða gæti verið með híl fyrir flugeldabyssuna. Ég persónulega nota flugeldabyssuna mjög mikið, sko. Persónulega þegar ég er að spila, til að fá að vita hvar leikminn er á kortinu. Sjáum líka, hann er með Eyjar, grænan, skarinn hann er með haglabyssu, sem er það sem þú þarf. Svo er hann með 3 first aid kits, eða fyrstu hjálparsett, og svo er hann með 2 shield heals, Flowberry Fizz og Minis. Það er breyting sem mér finnst líka við verið að sjá hjá spilurum. Þeir eru að halda á meiri menn. Þarna, hver var þetta sem hljóp bara niður? FI, FKP, fylgur bardagi sem er komin hérna, Mikael Senar. Já, Mikael Senar, 2012. Ætla bara ekki að gefa honum neitt grið hérna. Reynir að hoppa á RKB, FI, RKB sem að poppar hérna 2 minis, en hann á bara 2 skot eftir í haglabyssunni hjá sér. Eru báðir að híla? Þeir geta hvorir byggt, þeir eru báðir með 0. 0 mat, engin skot og þarna kemur fyrsta skotið, hittir, en það er ekki nóg. FY, RKB 11. Dansar hérna fyrir okkur með felluna, með 2 fellur. Eitt góðan gritti hérna. Hann er að skemmta áhorfendum. Já. Þetta er það sem við hefum átt að Inga Báður taka gritti inn hérna þegar hann kom daginn. Já. Hérna er Kristó. Kristó, hann heldur sér á lífi. Já. Kominn næstu aftur í fullt held. Já, sjáum við hérna materials hjá honum með 400 wood, 100 brick og bara 16 stál eða Já, málm. Hann er við flugeldabyssuna. Virðist alltaf að halda henni. Hann er kannski bara að reyna að fylgjast með því hvort það sé einhverju spilarar nálægt honum. Já. Nýtir sér allt í umhverfinu líka. Kemur nú ekki óvart að hann myndi taka þetta ber hérna og springja það til þess að klára skjöldið sinn. Jú. Hann gerir það. Vissulega. 1 skot eftir í flugeldabyssunni. Já. Hann aftur á móti er í Castle Doom. Þarna gæti verið medalía sem þú myndir vilja fá. Þessi medalía gefur þér þá líf þegar þú nær fellu. Já, það er sniðugt.
Það sem heitir Siphon. Þannig að þetta er mjög gott, sérstaklega þú ert í svona, þú veist, þröngum endgame og hérna þarfst að finna, refresh. Akkurat, hérna fyrir við kortið og sjáum hvað er að gerast. Já. Ég sá nafnið okkið af Tomper hann mættur aftur. Hann ennþá á lífi greinilega. Já, enda ekki manneskja sem að, forðast keppni, hann Tomper. Code Liam, niðurstrykk HP, hann er fastur í stormi en hann er með, fyrstu hjálparsettið til þess að, taka sig allalega aftur upp í 100. Hann er svolítið á brúninu á storminum, sjáum það. Stormurinn er að nálgast hann, eða hvað þannig að það er ekki hreyfing á storminum. Notar Flóper í fyrst þarna til þess að, geta hoppað aðeins frjálsar. Denas 13 tekur út Steven 144 Hz. Þetta eru 2 nöfn af top 10 listanum, þannig að, stór fella þarna fyrir Denas. Já, fer hann á launchpadinn og flýgur bara yfir kortið. Já, hann getur valið sér stað til að lenda og... Það er einhver hérna fyrir neðan hann. Spurning bara hvað hann ákveður að gera, hvort hann ákveði að fara niður á næsta launchpad eða hvort hann fari bara alla leið inn. Mér finnst hann alltaf að fara bara alla leið inn, það er bara mjög góð hugmynd. 37 spilarar eftir. Það sem þú vilt, Glizzix að taka út Agant Box þarna, við sjáum það upp í vinstra hotninu hjá okkur. En þarna er einhver hópur af spilurum að sameinast Glowdrixie, Skibidi Toilet, Erlendur Sleggja og Oliver Daddy. Já, það er eitthvað bardagi að fara að gerast milli þeirra. Sjáum hvað gerist. Maður myndir nú búast við því þarna Erlendur Sleggja tekur nú mikið skaða, fellur. Ég sá ekki hver það var sem tók hann en ætlaði að hafa ekki verið Skibidi Toilet. Jú, mikið rétt, tekur út Erlendur Sleggja og er núna, fastur í bardaga, tekur Oliver Daddy líka. Skibidi Toilet tekur að Glowdrixie. Hann er með hann inn í boxinu sínu. Hvað getur hann gert? Nei, hann fellur Glowdrixie. Tekur út Skibidi Toilet. Þetta er hópurinn sem lendir í Sandy Steps og Glowdrixie. Maðurinn sem sagði, lendið á mér, reynið að taka Sandy Steps að mér. Stendur eftir 1. Eftir þessan, mikla 4 manna bardaga sem við sáum hana. Virkilega þægilegur að geta valið sér alls konar lút sem að var skilið eftir þarna. Heldur betur. Já. Hann hefur ekki ennþá tapað Sandy Steps held ég. Nei, fjallatindur er hérna á móti skugga 100. Já, Breki 200, Breki tekur þarna fjallatind út og skuggi 100 þarna nálægt gæti skarast í leikinn eftir að... Virtist bara að vera að fela sig þarna bakvið, sko. Já. Brexit 200, hann er bara alveg kjör. Já, er hann bara ofan í jörðin einhvers staðar? Já. En þarna er hann... Skuggi 100 er að nálgast hann og hérna eru að fylgjast með einhverju sem við vitum ekki alveg hver er. Sýnist, þetta er einhver sem er hérna hjá Grim Gate allavega. Gabbi 100 geti fundið skot á hann, en hérna er þetta skuggi 100. Mjög sterkt hjá hann að vera með byssuna sem skýtur sjálfkrafa fyrir þig. Hérna. Já, við sáum þetta sama í gangi hjá Skibidi Toilet líka. Getur náttúrulega virkað vel ef þú nærð að brjóta þér leið inn í boxið. Já, hún er mjög góð þessi byssa, hún er eftir Avengers, Avengers þema í þessu, sko. Þetta er held ég War Machine Auto Turret heitir þetta. Já. Þetta er það. War Machine Auto Turret, fyrir þá sem að vita ekki hvað þetta gerir, þá er þetta með svona lítið laser. Þetta læsir bara miðið á andstæðing sem er nú nálægt þér og skýtur á 1 sekúnda fresti nokkur skotum og getur bara hjálpað mikið til við að... Taka skaða. Já, þetta var Dena sem við vorum að fylgjast með, rót þetta þarna inn. Sjáum Ask upp á brúnni, hann og Exivaf. Já, Askur sem við vorum að fara yfir á hann. Þægilegt að hreyfa sig þarna í gegn það sem Denas er, bara ferð hún í vatnið og nota það til að koma í land. Með hauskúpunar. Já, með hauskúpunar nýtir sér þarna Flóper í fyrstu líka til þess að fara ennþá hraðar yfir og þið sjáu það er einhver að koma inn beint fyrir aftan hann, spurning hvort hann viti af því. Já, mögulega er hann þess að fara svona hratt þannig að hann veit að það er eitthvað fyrir aftan hann. Já, þeir eru 2 sem að koma þarna inn í gegn og inn í áttinar í Stort Reels. Hann verðist ekki vera að fatta það samt, sko. Hann er ekki að snúa sér við. Hann er ekki að sjá það allan ennþá, en hann ætti að vera komin í Visualize Sound Effects range. Nei, Denas! Næstu því tekinn! Snöggur að hýla sig upp, Denas. Frá 100
niður í næstu því 0 og núna þarf hann að nota svo mikið af dótinu sínu og þá kemur Krummi Hauks, ætlar ekki að gefa honum neitt séns, byrjar að brjóta niður, reyna að komast inn í boxið hans, ætlar að keyra niður. En Denas, hann nú ekkert lamb að leika sig við, hann með ansi góða fætur, við vitum það, hlaupið 2 marathon. Komið með hægrandið og að flýja. Fallega gert þarna, hann segir, herru, veistu hvað? Ég bara þarf ekki að taka þennan barda, ég ætla bara að spila þetta rólega, ég ætla að komast í endgame og ég ætla að reyna að vinna þennan leik. Já, sjáum hérna Gabba 100 og Krummi Hauks, Gabbi 100 eitthvað að byggja sig upp, hann geti mætt Krummi Hauks mjög fljótlega. Já, mér heyrist þeir eru að byrja að berjast akkurat Gabbi með highgroundið hérna á móti Krumma, reynir að finna skot á hann þegar hann getur. Ákveður að hörfa aftur inn í sinn turn, ákveð öryggi að vera inn í bildunum sínum hana. Algjörlega, sjáum að Gabbi 100 er með hægrandin á Krumma Hauks. Rosalega flott drónaskot sem við fáum hérna af þessu. Já, þetta er bara nákvæmlega það sem við erum að horfa á núna, er það sem ég var að leita eftir. Sjáu þið, þú veist, þeir eru þarna hluthlið, þeir geta skotið fyrir þannig, en þeir vita bara, herru, ég ætla bara að reyna að ná skaða, skilur, ég ætla bara að reyna að ná skaða svo ég fá ekki storm surge. Ég ætla að reyna að nota skotið mín til þess að láta hann brenna smá efni við. En þetta er ekki bardagi sem ég er að fara í strax af því að ég ætla að lifa af. Algjörlega, þeir eru svolítið að hugsa það. Sjáum hérna Krumma Hauks með engar fellur eins og en það geti breyst. Já, Krummi Hauks, þú veist, gerir bara vel. Ákveður bara að fjarlægja sig aðeins lengra í burtu frá Gabba og finna sér öruggara svæði. FN Moneymaker þarna virðist alltaf slást í hópinn í Restore Drills. Já, hann er að fara að lúta hérna, fær Captain America skjöldin, tekur hann ekki. Það er meðvitað ákvörðun. Ég er ennþá að bíða eftir því play. Vissuð þið það, Aron og Gunni, að ef þú kastar Captain America skildi fram hjá einhverju bildi og hleypur síðan þannig að hann þurfa að koma tilbaka í gegnum bildið, að þá bara fer hann í gegnum bildið. Já, þetta er bara svo hamarinn hjá Þór. Já. Hann bara eldir mannin sem bara alltaf. Hann fer líka gegnum armored veggi. Þannig að einhver getur verið búinn að full armor boxa sig og þú getur samt gert 50 skaða með að kasta fram hjá honum og láta skjöldið koma. Það væri A-klassa sjúkt play til þess að púla í elskodeildinni. Mjög gott. Það var eitthvað sem yrði seifað sem highlight. Já, þetta var líka þessi armored veggir eru búin að vera svo rosalega vinsælir Já, bara skipta sköpum. Sýnist að Sigmar sé komin upp á eyjuna, við sjáum það rétt á hann. Þeir eru 4 þarna í einni kreðsu og eyjan er komin, hún er fyrir aftan og það er einhver að fá sér blöðrur hérna til að svífa. Já, ég held nú að bíó væri svolítið döðu miðill hérna, en það er alltaf 4 manns mættir í bíó hérna á Restore Drills og hann veit ekki af Gabba. Hann ákveður að byggja ofan á turnina sem hann veit ekki af Gabba. Gabba er ekki búinn að hreyfa sig, þannig að hann er ekki búinn að gefa neitt upp að hann sé þarna. Og hvað er FN Moneymaker að fara að gera þarna? Og hvernig ætla Gabbi að reyna að berjast við það? Það er spurningin. Hann er bara með 111 builds, 4 armored veggi og ágætis loot, sýnist mér. Heyrir í honum núna. Já, og sér hann. Hitti fyrsta skotinu líka. Og Gabbi ætlar nú ekki að leyfa honum að komast upp með þetta. Boxa sig hann upp fyrir ofan hann, reynir að gera gat í gólfið, komast ofan á hann, finnur það ekki. FN Moneymaker gerir vel, stígur til hliðar þarna, byggir box og núna eru þeir, Gabbi heldur yfirbúrastöðunni fyrir ofan. Gabbi með highgroundin og hann er með þessar 2 eða 3 hauskúpur með sér, þannig að hann getur notað þær til að teleport sig á eftir. Þetta er bara, það er ekki séns að við höfum séð þetta í leik nr. 1, að þeir hefðu bara ekki barist. Nei. Bara alla leik. Gabbi nær hann einhverju smá skaða á FN Moneymaker, hann hittir illa Gerir það, við sjáum 2 fellur þarna, Code Liam tekur út Brexa og Relax Lester, fyrirverandi Relax Lester tekur sína fellur líka, hann er samur við sig. Bær þarna storminn, Gabbi, hann er í mjög þægilegri stöðu þarna efst upp á tindinum. Já, og það eru ekkert svo margir leikmenn eftir og við erum ekkert með svo marga hringi eftir heldur, en við sjáum að það er einhver upp á eyjunni þarna. Já, hérna eru að fylgjast með Ike Kristó. Það eru 7 hringir eftir og 24 leikmenn eftir. Þannig að Já, núna fyrir þetta þéttast ansi mikið og núna ættum við að fara að sjá svona, seinni hlutana leiknum byrja þegar að spilarar eru í návi en ekkert endilega að berjast. Hann er núna að vinna með að vera með skambissu, hann er ekki með riffil. Það er svolítið áhugavert play. Já.
Já, skambissan sko reynist rosalega vel, þá sérstaklega þegar þú ert nálægt. Þannig að það greinilegt að iCrystal hefur ákveðið bara, herði, ég ætla ekki að reyna að taka löngutökin, ég ætla bara að reyna að vera rosalega góður í návíi. Hver var þetta? Það var einhver þarna sem var með flugeldabissuna, skautinni fann út hvar Glowtrixie var að fela sig. Já. Mjög gott play að vera með flugeldabissuna. Sjáum hérna Glowtrixie, hann að nálgast iCrystal, veit Kristó það. Það er spurning. Það veit sennilega að því spurning hvort það er ákveð að fæta eða ekki. Glowtrixie getur náttúrulega þvingað hann í þetta en heldur vegnum allan enn sem komið er. Kristó heldur áfram að reyna að ná vegnum, færa hann loksins. Skambissan að gera góða hluti hjá iCrystal. Og þetta er bara nákvæmlega taktíkin sem við erum að sjá hann taka. Reyna að ná rampinum nær rampinum og Glowtrixie þarf að forða sér aðeins aftar. Hann að nota skambissuna bara til þess að geta barist veggi. Já. Trixie virðist ekki verið með skjöld, þannig að hann ekki að fylla á. Nei, reynir að gera glugga og finna tækifæri til þess að berast við iCrystal en sjáum að restinn byrjar hægt og rólega að nálgast á líka. Þeir eru þarna á algjörlega hotninu á sóninu og eru að berjast þar. iCrystal heldur áfram að reyna að finna veggina en það er einhver komin í bak og það er Icefog. Já, það er third party hérna og það eru 20 leikmenn eftir. Leicester var að taka út Code Liam. Já, hvernig ætlaði að koma 20 leikmönnum fyrir inn í þessum hring? Þið sjáuð hringinn niður í hægra hotninu, hann er ansi lítill næsti. Já. En allir þessi spilarar eru öruggir. Allir þessi, hvað er þetta? 2, 3, 5, 6 spilarar, 7, 8 sem eru öruggir. En það þýðir að meira en hálfur hringurinn þarf að færa sig. Algjörlega. Kristó hitti ekki Icefog sem var að fljúga þarna upp. En hann reyna að komast í launchpadinn hérna. Hann er með flottan jólaglætir. Jólinn komur snemma í ár hjá Kristó. Það er bara líka að hann byrja að fagna jólunum á sama tíma á IKEA maður en Fullbox 200 lætur að finna fyrir því á leiðinni niður. Gott að hann var með medkit. Já, en núna þarf það samt að berjast fyrir því að halda boxinu sinu góðu þannig að hann geti fyllt á skjöldið sinna aftur. Erfið staða svo sem fyrir iCrystal og spurning líka sko af hverju hann var að færa sig, af hverju hann var að rótita hérna þegar hann var öruggur í þeirri stöðu sem hann var í. Kannski ætlaði að ná einhverju hærri staðsendingu. Fullbox, nafn með réttu, hann er fullbox þarna. Reynir að taka þaki hjá Kristó. Núna sér hann hvar leikmenn eru staðsettir út af flugeldabyssunni. Já. Gerir það vel, nýta sér þessar nýju breytingar og bætingar og finnur þetta þrönga línu á iCrystal, geigar að vísu skotunum, kynniður. En wow! Fullboxed! Tekur Kristó. Með sprayið! Hann hvarf! Já, hann fær hérna, hann komið 6 armored veggi, 2 fellur, 132 building materials. Ég skil ekki alveg hvað gerðist þarna. Það hlýtur einhver annar hafa verið að skjóta inn bildið hjá iCrystal líka eða hvort hann hafi bara mist fókus í hálfa sekúndu og það var nóg. iCrystal, við vitum að hann á stundum erfiða fyrstu leiki. En þetta var, eins og ég segi, hálf sekúnda, það er nóg fyrir þess að gæja. Já, 19 leikmenn eftir. Þetta er líka bara flugeldabyssan. Já. Hann notaði flugeldabyssuna, þá vissi hann hver hann var í boxinu, hann vissi hver hann gæti sprayað. Svo bara aim downside og bara vinstri músatakin inn. Leicester hérna með 4 fellur. Denas eflaust ánægði með þessa fellu. Tja, hann hlýtur að vera mjög sáttur að sjá þetta nafn í killfeedinu, allavega hægra megin í killfeedinu. Já. Kominn inn í hringinn, þægilegri stöðu. Já, 3 fellur með allt lút í heiminum fyrir fram að sig. Vill örugglega taka vill hann ekki nota hann er að eyða núna hérna járninu til þess að geta resetað. Það er rétt. Ég bara finnst áhugavert að hann heldur chucksplasminu í staðinn fyrir flóberifissið. En já, það sem þú ert að segja er í rauninni, hann er með járnana fyrir fram að sig sem hann fékk frá öðrum spilara. Hann á umfram járna því þú getur bara verið með 500 járn í hvert skipti. Þannig að hann ákvað að byggja bara gott herbergi í kringu sig. Mjög sniðugt. Gott virki. Já. Mjög sniðugt hjá honum. Krummi Hauks að taka skaða hérna frá Gabba 100 eða einhverjum sem er nálægt honum. Já, sennilega Gabbi að berjast við hann þarna. Herru, OGF Tomper enda við lífi. Já, OGF Tomper lengi lifir í gömlum glæðum. Krummi Hauks fellur þarna á móti K-Brím. K-Brím með 2 fellur, hann er svolítið með grænt lút, ekki betur en það. Já, en sáum satt, hann virtist spila þetta svolítið svipað og við sáum hérna áðan, bara spraya niður veggi. Gabbi er ekkert að gefa hún sjens. Oh my god,
Nei. Hann var ekki smá óheppinn maður, hann var að reyna að nota medkitið til þess að geta rótið það sent inn í ringin og hann fór upp í 100 þannig að medkitið hætti að virka. Nei, hann er fallinn, gamla fallinn. Þetta var úthugsað hjá honum nema hann byrjaði aðeins og snemma á medkitinu. Já, þetta var Askur, eða ekki? Anno X Ivaf. Jú, og hérna byrjuðum við Icefog fallinn í bardaganum við að komast inn í ringin. Lexi hann í smá vandræðum niðri að vera að pressa á hann. Hann er það Hilma Marino í draumalandinu, no pláss. Og já, við byrjumst afsökunar á hljóðleysi. En stundum þurfum við bara augun. Lexi nær að halda sér á lífi. Lexi alltaf tæpur. Spurning hvað hann á mikið af meds, hvort hann á að koma sér aftur upp í form til þess að geta tekið þátt í bardaganum. Þjarkur var hann bara upp í... Er Þjarkur að Skype eða hvað er í gangi? Hann var allavega virkilega hátt upp í hana. Já. Ég held að hann sé bara fljúandi. Hvað er eitthvað? Þá erum við að skipta á milli spilara þarna, þetta er smá óskýrt hvað er í gangi núna en þannig finnum við fullboxed og sjáu þið 13 spilara eftir fullboxed, finnum Denas, reynir að hoppa á hann er tekinn í loftinu og það stoppar árásargirnina í áttina Denas misti 60 líf þarna og þarf að, fara að huga að sínu heilbriði, hoppar hann þess að út og Denas tekur fullboxed með 5 fellur. Fullboxed! Fellur 1, 2 og 10, Denas heldur áfram, sjáðu hvað hann á mikið að bild 130, nýtið tækifæri hoppar í vatni, næsir í 3 kannan hauskupu svo hann geti hoppað og skoppað allt. Sér hvað hann er snöggur að búa til sóknarvörð sko. Já, algjörlega. Þetta var fullbox maður, gerði aðeins og hann vann matt. Er núna að skilja eftir, nei hann ætlar að hætta við. Hann ætlar að fara að ná í þarna ekstra efni. En þið sjáu líka, þú veist, núna byrjar hringurinn að hreyfast. Það hreyfast hægri, vinstri, upp, niður, þú veist það ekki. Þannig að Denas, hringurinn er núna að fara að hreyfast í áttina að öllum bildunum hans. Hann á bara mjög mikið af fastegn í það sem hann næsti hringur verður. Það er rétt. Það er rétt. Þjarkur ennþá á lífi. Já, Þjarkur, veit ekki hvort hann hafi lent á Ækristó eða ekki, en sjáðu hvað þetta er þægilegt fyrir Denas. Hann lappar bara í fullkomnu skjóli, fyllir á materials aftur, 132 bilds, og þarf ekkert að spá í því að það sé einhver fyrir framann. Nei, er fremstur með storminum. Já. Sjáum, hann ætlar að taka flugeldabissinu upp til að skjóta en hann tók hann er ekki með AK riffil. Já, hann ætlar sennilega að skjóta núna og taka síðan riffilinu upp. Já. Nú veit hann hvað allir leikmennir eru staðsettir. Já, og virðist alltaf fara beint í gabba en hann tók ekki eftir því að það var einhver fyrir ofan hann. 11 spilarar eftir. Þetta er mjög þröngur hringur. Þröngur hringur, 11 spilarar sjáu þið á alla ofan okkur öðrum hana. Þjarkur komin inn í hringin. Tomp er komin inn. Já, núna fyrir þetta bara að vera erfitt. Þetta er bara, núna skiptir hver einasta sekúnda máli. Þið sjáuð hvað þetta er mikið návið þarna, Denas kemur sér út, frábærlega gert þarna, grípur nýjar hauskúpur í vatninu áður en hann kemur sér algjörlega inn á brúnina. Nær að vera aftur fyrstur bara með storminum. Þetta er bara, hann hlýtur að hafa tekið sko, bara einhverja blaðsíður úr bókinni hjá Ækristó. Hann sá hvað þetta virkaði vel hjá Ækristó og byrjaði bara að gera þetta og bímar Sigmar hann upp á hægrandinu. Sigmar samt flýgur yfir hann. Denas 13. Hvað gerir hann nú? Hann á eina hauskupu eftir, nota flópur í fyrsið, kemur sér að stað. Virðist alltaf berjast upp á hægrandið hérna. Á móti Sigmari. Skorar á Sigmar. 88 Sigmar. Hitti tvisvar. Tekur hann ennþá minna heldur en það undir 88, brýst inn í bóksu hans, kegnum vegginn. 6 fellur hjá Denas 13. Og er með hægrandið. Rísavaksin leikur. 5 spilarar eftir, hann er með nóg af metal, hann er búin að eyða öllum metalbildónu sínum, en hann er með, Hann ætlar að halda hægrandinu, hann gerir þetta erfitt, setur upp armored veggi og ætlar að nota það sem grunninn, hann er ekki hægt að skjóta niður. Með 70 build, spurning hvort hann ætla að gefa hægrandi eftir. Já, virðist alltaf að lækka flugið allavega aðeins, hann er ennþá hæstur, eða hvað? Nei, endur á saman leir og aim like Lester og byrjar að taka smá skaða. Hann þarf að passa sig, Þjarkur, hann er þarna. Hann er með blöðru. Hann er með blöðru, það er það sem hann er búin að vera að gera alla leikir, hann er búin að nota blöðrutnar til þess að fljúga, þess að hann var lengst upp í himninum. Já, Denas tekur Þjark. 7 fellur hjá Denas, 2 leikmenn eftir. 1 á móti 1. Denas sprengir blöðruna hjá Þjark og það er bara Gabbi 100 á móti Denas 13, ætlar hann að halda uppi þessu trendi að vinna fyrsta leikinn alltaf, öll kvöld, Denas á móti Gabba, Denas 13, lokar þessu.
Glæsilega gert, 8 fellur hjá Dennis í heildina. Ótrúlegur. Fyrsta leiks þessa 4. kvölds hjá okkur hérna í Elko-deildinni. 8 fellur, það eru 16 stig. Fyrsta sæti, það eru 25 stig. Þetta er 41 stig. Já. 41 stiga leikur. Og munum eftir því, Kristó fjall út í 20. sæti. Já. Þannig að Dennis að fara að tróna toppnum í stigtöflunni, en... Það virðist allavega að vera. Við sjáum það ekki alveg strax, við sjáum það eftir auglýsingar, en þvílíkur leikur og aftur, enn og aftur. Við vorum kominir langt inn í leikinn, en þá, tveggjast á að tala á spilurum eftir og þeir voru þétt svettnir þarna og við sáum hvað bara einstaka bara 1 sekúnda á því að missa fókus, 1 sekúnda á því að átta sig ekki algjörlega á aðstæðunum í kringu þig, það var nóg til þess að fella Kristó. Algjörlega. 1 rotate sem var ekki fullkomlega örugt, það var nóg til þess að fella fullboxed. Þetta er bara, margina, hún er svo lítil. Þetta var mjög flott hjá Dennis að enda með 8 fellur og hann spilaði þetta rosalega vel í endan með flowberry fissið og armored veggin í kringum sig og bara skellti sér örsnöggt í vatnið til þess að fá fleiri hauskúpur, bara hélt síðan áfram að nýta eins vel og mögulegt var. Það var frábær leikur, ekki fara langt, bara ekki fara neitt. Við komum aftur eftir nokkrar auglýsingar með stigatöfluna og förum síðan inn í leik númer 2.
Verið hjartanlega velkomin aftur, það Elko-deildin með ykkur á mánudum. Ég heiti Ólafur Hrafn Steinarsson, með mér Stefán Atli og við ætlum að kryfja þennan fyrsta leik kvöldsins. Heldur betur, við sjáum þá stigatöfluna hérna á skjánum og sjáum að Denas með 28 fellur, 3 sigra 157 stig. Já, risastór leikur hjá Denas. Já. Það bara verður að segjast, algjörlega risastór. 8 fellur, sigur, spilaði þetta mjög örugt, ég myndi segja, þú veist, hann spilaði þetta vel, hreyfði sig vel, og virtist bara, mér fannst þess að ég var að horfa á Kristó Algjörlega. á tímabili. Algjörlega. Það virtist eins og maður sæði hann aldrei í óþægilegri stöðu. Það virtist alltaf vita hvað hann var að gera, fyrstur að færa sig fremst þegar hringurinn fór á stað, nær hægráðinu, klára leikinn. Líka bara, þú veist, gaman að sjá, skilur, þú veist, þessa, hvað ég sagt, svona atvinnumannataktík, þú veist, að bara, átt að sjá því, ég er með auka 300 metal, ég er með auka 300 járn hérna. Það bara að fara að byggja eitthvað einbýlishús og koma síðan tilbaka og ná í restina. Mjög snið. Halda mér bara góðum. Og svo bara naut hann góðs að því að þegar Sóni byrjaði að færast aftur í gegnum það sem hann var búin að byggja á sínum lóðum, skilur við, þá bara verður þetta þægildur. Já. Algjörlega. Kristó í öðru seti með 30 fellur, 2 sigra, 144 stig. Já, hann tók nokkra fellur í þessum leik, en lenti þarna í topp 20. Algjörlega. Í 20. sæti, þannig að ekki nógu mikið af stigum, en Aron, þinn maður kaldur, fyrsta leik líka. Já, þetta svona, þetta svekkjandi að sjá, af því að ég, eins og ég, hvort þetta sé eitthvað undirbúning hjá honum, eða eitthvað svoleiðis, þá þarf hann bara að gera eitthvað í því. En svo líka, hann var bara óheppinn líka. Já, við verðum að gefa honum það að leita af í 1 sekúndu og hann hvarf. Já, ég meina, þú veist, og þetta bara sýnir hvað, svona nýjung, skilur við, þú veist, ég meina, þú veist að segja mér í pásunum, Stefán, síðasta þriðjudag, þá kemur þessu uppfærsla. Já. Flugaldabissan er allt inn komin í leikinn. Nú þarftu bara, það er aðlagast. Læra að vita það, það er búið að skanna mig. Nú þarf ég bara að passa mig. Ég get ekki verið að edita, píka, gera neitt. Þú veist, ég bara verð að vera laser fókusur á að lifa af. Algjörlega. Og Elko-deild Emil í 3. seti með 13 fellur og 84 stig. Hann líka byrjað að saksa á. Já. Hvað er tótt 5? Byrjar að saksa á og virðist líka bara vera svona þokkalega góður í að komast í, þú veist, topp 10, topp 5. Skilur við, sjáum það, með 13 fellur, 26 stig úr fellum, en samt með engan sigur, en samt með ég ætla að leyfa mér að segja 58 stig sem hann er búin að fá í gegnum það hvað hann er búin að skora í leik án þess að þú að taka sigur. Sér það líka, hann er með helmingi færri fellur en fyrrum Ríðlagsleistur. Já. Sem sýnir að þú getur spilað þetta líka með því að reyna að ná eins langt inn í leikinu og hægt er. Jú. Það eru stígin, sko. Algjörlega. Já, talandi Leicester. Já, hann er númer 4 og hann er með 27 fellur, 79 stig, engan sigur eins og en mér fannst Leicester svolítið góður í þessum leik. Hann var með slatta fellum, var að standa sig mjög vel. Já, mér finnst hann bara alltaf spila mjög þokkalega og kemst alltaf langt, kannski aðeins og árásargjarn í seinni hringjunum. Það er kannski eitthvað sem ef hann langar aðeins þá væri hann ansi fljótur að skjóta sér upp listan. En þið sjáum þið þarna, akkurat svolítið öfugt við Elko-deildin Emil, hann er með 54 stig úr fellum og þá aðeins 25 stig úr hvar hann er búin að koma í placement. Akkurat. Þannig að þetta er svona, tvær mismunandi taktiks þarna í 3 og 4. Númer 1 og 2, vinna allt, það er taktikinn, ég ætla að vinna alla leiki, bara mjög einfalt. 3 og 4, 3, ég ætla að komast langt í öllum leikjum, 4, ég ætla bara að halda inn í 2 alltaf. Já, Leicester er alltaf hér frá good time or a long time, sko. Það virðist að trendið. Já. Marsin á eftir honum. Heldur betur með 11 fellur og 56 stig og ef hann myndi ná í eitthvað sigur þá gæti hann færst svolítið ofarlega á stigatöfluna en það er aldrei að vita hvað gerist í næsta leik. Nákvæmlega. Og svo sjáum við þarna fyrir neðan hann Ravik Lexi, Sigmar 27, FH Stuffy, Steven 144 Hz, Ravik Gnar og Ravik Breki Uno. Sérstakt shoutout á Ravik fyrir að vera með 3 spilara í topp 11. Já, það er svolítið vel gert. Keflavík. Þeir eru allir bræður. Já, þeir eru það allir. Það er allir bræður þínir. Þetta er hinn fjölskyldan, Keflavík. Já. Það er eitthvað í vatninu þarna í Keflavík. Það er eitthvað í vatninu þarna í Keflavík, það er mikið rétt. En svona standa stigin, eftir leikana, orðin,
ákveðna sviftingar þarna, DNS bara byrjaði að skipa sig á toppinn en til sjáu það munurinn bara 13 stig þarna á milli sem þýðir það að allt getur gerst þegar við förum inn í seinni leik kvöldsins. Já, algjörlega það verður fróðlegt að sjá hvort að Kristó eigi eftir að stela fyrsta sætinu af DNS eða DNS að halda sér fyrsta sætinu, það verður spennandi að sjá. Já. Þannig að venjulegast vinnur Kristó seinni leik kvöldsins þegar hann vinnur, fyrir utan fyrsta kvöldið, þannig að sjá hvort að hann geti gert það núna hérna í seinni leiknum. En áður en við færum okkur yfir í það, þá ætlum við að fylgjast með nokkurum endursýningum úr fyrir leiknum, en það var hann hlaðinn af Hazard. Þannig að við skulum rúlla þeim af stað hérna og í upphafi þá byrjum við hérna með Aim Like Leicester. Hann farma sig upp þarna. Já, við vorum bara ekki að fara að horfa á hann berjast, við vorum bara að skiptast yfir á hérna þennan fight sem við sáum snemma í leiknum. Mikael Senar á móti, FY RKB 11, aðeins sko seinna að byggja vegginn þarna Mikael Senar, en þarna klára þeir báðir bildin sín. Núna eiga þeir engin bild og þið sjáu þarna FH RKB, hann á 2 skot eftir í haglabysuna. Já, og hérna... Já, engin bild sem þú segir, en hérna, já, gaman að fylgjast með þeim, keppa móti hver öðrum hérna. Já, nota báðir 2 minis en halda ekki áfram að hýla sig. Svo reynir Mikael Senar þarna að koma með aggressíft play, en miðið var bara aðeins of gott hjá RKB. Hoppum núna yfir Code Liam, glætar þarna Yfir Haka. Virðist vera að gefa sér smá tími að lenda og sjá svona aðeins hvar spilararnir eru. Já, og núna er spurning, Unknown Haki, hann að gera Steinda Junior stoltan, feilur sig þarna listalega í runna. Steindi Junior og Ólafur Þór Jóhansson myndu vera ansi ánægði með hann þarna. Algjörlega. Hvern eru að fara að sjá næst? Skipið í toilet. Já, skipið í toilet þarna á fullu að byggja og þarna kemur, þessi stóri bardagi sem við töluðum allir byrjuð að fara inn í boxið og skipið í toilet. Hann byrjar á því að taka út Oliver Duddy, fer síðan, var búinn að taka út einn áður en það gerðist, lendi síðan inn í boxinu með Glódrixi og tapar því. Skipið í toilet að sjálfsögðu lendi í öðru sæti í leik nr. 2 í síðustu viku. Þetta var líka bara vel gert og vondri stöðu. Já. Það nær 2 með sér. Nær 2, næst í 4 stig. Eina sem hún getur sett út á þarna hann reynir að hlaupa lengdina á rampinum til þess að koma sér út úr boxinu í staðinn fyrir að hoppa upp og mantla fyrir aftan sig. Þú veist, það bara, þegar þú ert með mann sem undir rampinum, þá hann eiginlega alltaf að fara að spreyja rampin niður, þú ert ekkert endilega að fara að komast, þannig að aftur, millisekúnda þarna, ef hann hoppar, þá kemst hann út úr boxinu, mögulega fer bardaginn öðruvísi, en bara má náttúrulega ekki gleyma að maðurinn líka, ég held að hann sé 11 ára, skipir í toilet. Já, en virkilega gott talent, æfir hjá FH. Og leggur sér alla fram þar, fjallatindur þarna, ekki of stór fjallatindur fyrir Brexa. Nei, DNS fylgjast með honum, meistarum sjálfum. Þetta í lokin þegar voru 5 eftir og DNS með hægrandinn, 6 fellur, tekur svo 2 fellur í viðbót. Já, sjáu þið bara hvað það skiptir miklu máli að vera með hæðina. Þú veist, hann þarna fyrir ofan og svo gerir hann þetta sem mér finnst mjög sniðugt. Hann nýtir tækifærið og færir sér neðar. Uppskeravísu skot þarna frá Aim Like Leicester og hérna sjáum við hvað Aim Like Leicester getur gert þegar hann komin seint og þarna loksins finnaði blöðrumanninn. Eins og við sögðum í pásinni, mesta 38 play sem þú getur fundið. Bara herðu, veistu, ég ætla bara að fljúa yfir völlin og svo bara finnur DNS hann og leysirar hann niður úr heimiloftunum. Gabbi miklu vesinni þannig að mjög erfitt bara að díla við DNS hann á hæðinni, neyðist til þess að þurfa að fara upp brekku þarna í lokin. Já. Það eiginlega ómögulegt að gera það þegar og halda þér öruggum þegar einhver bara að horfa beint niður á þig og spreyja. Algjörlega. Þannig að skiptir líka svo miklu máli að vera komin með sér í þessa stöðu þegar loka bardaginn að vera komin frá það. Já, þú veist, þú vilt ekkert endilega vera að berjast hægrandið frá 10 spilarar eftir niður í 2 spilarar eftir. Nei, þú vilt bara komin á það. Þú vilt koma þér upp á réttum tíma í allir þessari sirpu líka. Þú veist, þú vilt átta þig á því, heyrðu, já, ok, þessi gæði búin að vera þarna frá 15 niður í 5, skilurðu, núna minn tími til þess að koma þér upp á hæð. Akkurat.
Spilaði Heikrótin mjög vel þarna Denax. Já, bara, það ekki hægt að taka neitt frá honum, hann er bara búinn að spila alla þessa leiki ógeðslega vel. Spurning hvað hann hafi sinnt mikið fyrir þennan leik? Ég er að segja það, sko, hann hlýtur að fara bara og bara taka hringi, bara hérna á milli leikja. Já. Það er bara beint í innanhúslaugina og hérna bara byrja að synda, sko. Með sundlu heima og sig kannski eða eitthvað? Já, ég meina, ég held að við... Hann er bara í lauginni núna. Hann spilar í heitum pott. Já, með vatnselda tölvu. Ég held að. Þetta er bara, hann er með tálkn, með vatnselda tölvu. Hann er á botninum, í vatni núna, sko. Nei, það er gaman að þessu og ég vil segja það aftur, mér finnst við alltaf vera að sjá metuna þróast, skilur við, við sjáum alltaf þessar spilara, þeir eru allir rosalega góðir, en mér finnst þeir allir vera að verða betri. Já, við sjáum ekkert sérstaklega marga með Monarch pistol núna. Nei. Ég fæ hana bara í gegn. Sama hvað ég er röfla. En Þjarkur er klárlega sá sem er búin að nýta sér blöðrurnar sem einmitt komu núna í síðastu uppdati. Já, nýta sér breytingar, það er nafnið á leiknum og sjáum til hvort að einhverju fleiri nýti sér breytingar þegar að, bardagar utan okkar, Battle Bussin er farin að stað hérna fyrir leik númer 2 í umferð 4 hér í Elko-deildinni og spilarar rigna núna yfir eyjuna í Fortnite. Eyjan fagra, klikkar seint. Eyjan fagra. Eyjan mín fagra græna. Já, þetta er Mark 6 Twitch. Já, Marcin hann er á raftinu, deilir þeim stað með Sigmar, sýnir mér. Báðir spilarar eiga til að komast út úr early-gameinu þokkalega vel, þannig að það er spurning hvort að þeir séu svona, ég ætlaði að fara að segja hvort þeir séu svolítið að láta hvort annan í friði. Við svarum að Sigmar byrjaði að láta regna kúlum á það. Já. Hann verðist bara alltaf að keyra í hann. Já, sjáum hvað Marcin gerir til þess að koma sér út úr þessu. Lendir í vesinni! Úff! Já, þetta var vesin. Hræðir hann út úr raftinu, sem er gott fyrir Sigmar að vera með rafti bara aðleitt. Já, en Marcin, hann er ekki ennþá sloppinn, sko. Hann þarf að, þetta er svo ódægast. Fyrir í runnanum eða eitthvað, nei. Hann þarf að komast upp brekkuna nefnilega og Notar hann kampfæri það er spurning. Já, maður myndir búast því, vonandi fær hann eitthvað meira líka hérna í kistunni. Ylja sig við eldin, það er ansi gott að gera það eftir smá sundsbrett. Tók ekki bláa eyjar, það var blá eyjar af þessum mér. Já, notar hann viðinn til þess að kveikja aðeins betur upp í eldinum, þá fer lífið þitt upp aðeins hraðar, þarf ekki að nota medkittin sín strax, nota restina flóper í fissinu. Og virðist alltaf að fara að koma sér eitthvað áleiðis núna en Marcin virðist alltaf að vera búinn að gefast upp á það raft Sigmar bara skellti nafninu sínu á hann. Já, með 20 build þarna, eyjar og shotgun, svo er hann með þessar springjur sem að gera taka skjöldin af leikmönnum. Já, rafsegulsviðs springjur. Já, hérna eru að fylgjast með skipið í toilet með fjólubláa AR og SMG, shotgun. Hann er að safna materials hérna. Já, þessi riffill sem hann er með skýtur 3 kúlum í einu. Já, burst. Þetta er burst riffill. Og þeir geta verið rosalega snöggir að gera skaða en við sjáum að Liam tekur út og gefa Tomper snemma í þessum leik. Engin endgame hérna fyrir Tomper. Og skipið toilet heldur áfram hérna að ná sér í efni við, er með 35 build. Eitt sem að hann mætti held ég bæta hjá sér í komandi leikjum er að bara builda, ná sér í aðeins fleiri build sem er aðeins duglegri að farma. Algjörlega. Hún séðan lendið í nokkuð sinnum að klára materials á sér. Algjörlega. Hérna eru að fylgjast með Denas 13 með 58 build, með 3 slott sem eru healing hjá sér, fiskurinn, splashes og... Sker hann að Gabba. Sker Gabba, tekur nokkur skot á Gabba. Er svolítið aggressífur. Spurning hvort hann fallir snemma út núna. Ég hef fulla trú á Denas. Einhver að skjóta á hann lengst í burtu líka. Denas er svo góður að fylgjast með hvað er að gerast í kringu sig. Hann er ekki alveg bara eins og sáum hann ræðist ekki bara á þennan. Hann er tilbúinn. Bara leiðu að byrja að koma skot sem að rigna einhverstað lengst í burtu og þá lætur hann sig hverfa. FY RKB 11 þarna vinnur ekki fæti sem snemma í þetta skipti. Sixlarbot, hann tekur hann út. En að sækja sér fleiri splöss, samtals með 4 splöss núna og flóper í fyrst. Já, Denas er bara... Gabbi nálgast hann. Gabbi er ekkert hættur.
Gabbi ekkert hættur. Hann sko ekki hættur. Hann á 50 lífi eftir hann Denas. Gæti Gabbi tekið út Denas? Það virtist vera að Denas væri með yfirhöndina en Gabbi að snúa sig við. Já, Denas búinn að nota splössin sín vel þarna og gæti komið Gabba á óvart ef hann reynir of mikið að elta hann. Já, Denas þarna að fara að byggja sér eitthvað upp þarna. Gabbi reynir hann á high ground. Hann bara að flýja, hann Denas. Já, þetta alveg eltingaleikur. Hver betri að nota haugmyndunar, það spurningin. Denas... Gabba dauðlangar í hann. Gabbi, hann að ná honum. Denas virðist vera búinn að skipta skinn, þannig að ekki að vita að þetta sé hann. Já. Þetta við þurfum að fá hérna, bakkabræði tónlistina eða eitthvað undir eitthvað. Já, nákvæmlega. Gabbi finnur lykt af 2 stigum sem hann langar í, sko. Já, og heldur áfram að taka Denas niður, Aimlag Lester, Krummi Hauks líka, setja sitt mark á þennan leik, finna hvori sína felluna. Ég held að Denas að fara að koma sér vel fyrir, hann að reyna bara að hrista hann af sér. Denas bara búinn að nota allt. Já, báðir bara að nota mjög mikið. Denas á engin builds eftir. Hann nær hann einhverju mat, hann að vera búinn með flópir í fyrir sitt, hann nær samt svona að halda því gangandi, þannig að hann sé með góðan hrefanleika. En áður en þessi leikur heldur eitthvað mikið áfram, þá þarf Denas að finna einhvern frið til þess að ná sér í materials og ný heals. Já, ég held að Gabbi finnur hann ekki núna, sko. Nei. Lester að koma nálægt Gabba þarna, eða hvað? Já, ég meina, ef Aimlag Lester kemur inn í bara fjórðungin á kortinu sem þú ert á, þá bara byrjar að færa það í burtu, sko. Það er ekkert eyðilegging sem fylgir honum, sko. Hérna eitt frá Fylki Gunnar MPC. Ég hef nú að þjálfa rafíþróttir hjá Fylki. Já, kannski fyrir nemandi, fyrir miðkandi. En hann búinn að gera vel og þetta er bara, þetta er bara nákvæmlega. Ef þú stillir inn á atvinnumann útsendingu, þá bara 50% af tímanum er þetta sem þú sérð. Já, 100%. Þú situr inn í kón og bara chillar. Hann er bara, hei, ég ætla bara að vera hér. Lester að byggja sig upp á hann. Sjáum hvað gerir Gunnar. Hann veit ekki að hann hann onni í kóninu. Hann veit það ekki og þetta kom editið Gunnar NPC á móti Lester. Lester kannski bjóst við honum hann einhvers staðar inni og við vitum það að Lester, hann er blóðþyrstur. Gunnar með 3 hauskúpur og 4 armort veggi. Spurning hvort hann noti armort veggin eitthvað. Mér syns það bara að sallar og lögur að leita tækifærum og ákveður bara að forða sig. Já, var hann fallega, hann fekk. Forða sig beint inn í Marsinn. Gæti verið í smá vesinni það, spurning hvað hann á mörg build til þess að halda sér öruggum. Búið með allan skjöldin og fellur hérna fyrir Marsix eða Lester. Þá eru Marsix og Lester að keppa á móti hver öðrum. Já, Gunnar stóðst þig vel þarna. Ég er mjög ánægður bara með taktíkina, bara boxa sig upp og ætla að chilla. En gekk ekki eftir núna, lenti í samlokku þarna á milli Marsinn og Lester. Þar vilt þú ekki vera áleikir. Nei, sannlega ekki. Þetta eru 2 spilarar, af bara top 5 hjá okkur. Lester! Lesin! Marsi X-Twitch! Lester alveg að ná Marsi þarna. Lester var á undan honum að fatta hvað hann var að fara að gera. Wow! Þetta var reynsla. Já, ef ég hef séð það. Og núna... Lester. Marsin, hann reynda að fella hann. Hann reynda að fella hann og ég bara... Mjög lár. Hann er að hlaða. Þetta er svo... Já, Lester tekur Marsis, en er ykkur í kringum hann að skjóta á hann eða hvað? Ég sjá það, mér sýnist Marsin ekki að hafa átt mikið af builds eftir ef einhver þess vegna var hann í vesinni. Það var eins og Lester hafi fengið skeiti hvað Marsin var að fara að gera, sko. Já, þetta var ótrúlegt, maður. Skipið í toiletirna með 100 build, 6 armort veggi og svona alveg á jaðri sólsteins. Er hérna í Nitro Dome, það er eitthvað nálægt honum. Já, hann komin út fyrir hérna Sandy Steps, Unknown Haki hérna, já, verður mögulega á hérna í vegi fyrir honum. Hérna sjáum við Kristó og Andra besta, en er Andri bestur, það er spurning. Sjáu þið samt, sko, þetta er, oh my god, Kristó tekur hérna Andra besta auðveldlega án þess að missa líf, sko. Þetta er bara, þú veist, þetta er hinn parturinn. Skilur þú veist, við erum að sjá núna, það er greinilega ákveðin spilar hérna, þeir vita taktíkina. Er hann að fara í bunkerinn? Já, sennilega, Nóa Lúti og annað, ekki Kleinar þarna að fela sig í runna við hliðina á honum. Taka Steinda Djúnur á þetta? Já, en þú ert með greinilega spilara sem eru að koma inn núna, sem eru bara, herri,
ég ætla bara að reyna að lifa af, ég ætla bara að boxa mig hérna upp og ég ætla að chilla. Svo ertu með bara gæjana sem eru geggjaðir í að boxfæta, eru tilbúin að boxfæta alla inn á þessu server. Maður sjá bara, heyrðu, þarna Kón, ég ætla að fara í þá. Já. Og þarna það Kristó. Það líka aðeins léttara, finnst mér, að vera sá sem að gera árás heldur en að vera að verjast. Þá ertu með svona aðeins meiri stjórn, finnst mér. Nóg af lúti í bunkernum. Enginn ætlar að taka Captain America-skjöldin. Hann með alveg bara... Hann modifæra byssuna sína. Hefur ekki Kleinar og SXLR bot eru byrjaðir að berjast þarna. Já, ekki Kleinar þarf að brjóta niður ansi sterkan vegg þarna hjá SXLR bot. En þetta heyrir Kristó í bunkernum við hliðina á, þannig að myndi ekki komið óvart ef hann verið mættur hér innan skams. Í þetta third party, já, Kleinar tekur SXL bot. Hann með játveggi hinum megin? Já, hann kemst ekki út, SXL bot. Hann endaði á því að loka sjálf sig inni og virkilega vel gert þarna hjá... Ekki Kleinar. Ekki Kleinar að átta sig á því. En nú hann orðinn lár, ekki Kleinar, og Kristó getur nýtt sér það, tekur headshot og tekur ekki Kleinar út. Kristó með 2 fellur og finnur gott lút, með allt fjólublátt lútið og fullt af heals. Nú spurning hvort hann taki byggingarefnin af því að hringurinn þarna rétt hliðina á honum, hvort hann fari inn í hringinn, byggi eitthvað virki og koma sér tilbaka og safni, þá það með yfir 1500 byggingarefni. Það væri ekki vitlaust. Já, spurning hvað græði mikið á því akkurat á þessum tímapunkti, en hérna sjáum við annan bunker á mappinu, Fannar the King. Og þinn maður, Akureyringurinn, Káamaðurinn þar onni, en einhver búinn að laumast að honum, ég sé ekki hver það en hann byrjar að labba niður, en Fannar the King, hann að nota, hægri hliðina, þar sem þú getur hort, handa við vegginn, án þess að þú að sýna þig, og tekur breka Uno. Og stöðvar hann bara í spórnum sinum, breki Uno og hugsa bara nei, veistu, ég ætla ekki að fara í þetta. Akkurat, sjáum þá 2 hérna og það spurning hversu margir hringir eru eftir og hvað eru margir leikmenn eftir vegna þess að leikurinn virðist vera það bil svona hálfnaður eða svo. Mikið rétt. Og það eru nokkrir leikmenn eftir. Já, það ágætis munur hérna þegar við förum inn í næsta hring. Hann byrjar að minnka ansi skart núna næstu 2 hringir. Rich Emil, Fannar the King, nálægt hver öðrum, ákveðið svona lægð í hasartnum akkurat núna meðan spilarar finna sér ný heimkynni innan ringsins. Já, Fannar the King kemur út úr bunkernum, spurning hvort hann sjái Rich Emil þarna, byrjar að skjóta á hann. Kikir hann eitthvað smá. Kikir hérna heila búslóð. Já, það bara búin að setja húsgögn og... Skrítið samt að hann með SVG en ekki AR, Fannar sko. Það bara svipað við sáum Kristó í síðasta leik að vera að keyra hérna light ammo byssu til þess að reyna að taka veggina. Já, þær eru góðar í það. Hann með 128 build, 6 brynvara veggi. Þeir eru bara standað þarna. FH Stöffi nálgast á, spurning hvort hann skerist í leikinn. Ég held áfram að segja þetta. Það bara, fyrir 3 vikum, þá væri Fannar the King eða Emil búin að reyna að brjótast inn í boxið á hinum. En núna eru þeir báðir bara, herri, ég veit að þú ert hér, þú veist að ég hér, við ætlum bara að vera hér. Sjá hvort það einhverju aðri detti ekki út og undan okkur. Herri, já, FH Stöffi tekur þarna skaða frá einhverjum, misti þarna skjöldin sinn, Fannar the King örugglega. Já, FH Stöffi inn í... Á áhugaverðum stað. Hvað hann? Inn í bunker? Já. Nóa lútið þarna. Hann veit ekki hvort það sé einhver þarna fyrir, þannig að hann fær þarna bara allt sem hann þarf til þess að koma lífinu saman. 8 fiska. Við erum að fara að sjá flopper play frá FH Stöffi. Hann ætlar að eyða endgameinu bara helmingnum af tímanum fyrir utan hring. Fannar the King að nálgast hann. Herðu Rich Emil á hérna móti Gnar. Herðu þarna fóru hasarinn upp. Gnar með þjark tekur hann út. Lexi búin að taka út, ég sá ekki hver það var, Brexit tekur út Ano, Marsík, Twitch og Gabbi 100 líka með fellur. Allir að skora 2 stig hér. 25 spilarar eftir, einungis 4 hringi búnir. Já, Gabbi 100 þarna að leita að teknum. Þetta virðist verið einhver meta sem við erum að sjá hérna. Fleiri og fleiri byrjaðar að keyra SMG og haglabyssu eða pistol og haglabyssu. Já, þetta ákveðin strategi.
bara Gnar, Gabbi og fleiri sem eru með það akkurat núna í loadoutinu sínu. Já, Gabbi hittir ekki Gnarinn þarna, en Gnar reynir að hitta hann. Þetta er svo mikill feluleikur, hver ætlar að kíkja fyrst? Gabbi, það er hann sem ákveður að, láta Gnar blikka fyrst og Gnar nýtir einn af brynvörðuveggjunum sínum til þess að reyna að halda sér öruggum. Gabbi hugsa sér tvisvar hann áttar sig á því, það eru fleiri spilarar í kring og ég ætla bara að koma mér í ákveðu öryggi hérna, en Mikki Borgó gæti, gripið í skottið á honum við það að hörfa hérna. Hilmar Maron nálgast að missa skjöldið sinn frá ykkurum. Já, og það heldur áfram að gera það, Gnar skýtur á hann. Já, 24 leikmenn eftir. Gnar fer strax á stað því hann sér hringurinn er ekki hjá sér. Já. 5 hringir búnir, 7 eftir, 40 sekundur í að hringurinn fara að hreyfast. Sjáu, það er engin, eða er þetta bara það sem við sjáum hérna á kortinu? Ég virðist vera eins og þessi engin niðri hægra á mappinu. Nei, í Grand Glacier. Ég veit ekki hvort þetta sé bara... Ég held þetta sé bara það sem við sjáum. Já, það hlýtur að vera. 2, 4... Gnar að taka skaðana. 77 Stoney, engar fellur, er hérna á móti full boxed, þeir eru í svona box-offi. Já, bara þannig veggina heldur á hana og enn og aftur sjáum við pistol shotgun. Í næsta þætti að bara þannig veggina. Já. Svona nágranna erjur. Nei, vekkurinn þinn er 3 cm rálóðinni minni. Já. Þú skal taka hann niður núna. Kemur hérna hægra megin á honum. Nú fer stormurinn að þeir þurfa báðir að fara af stað, sko. Já, og ekki mikið af híli hérna fyrir Stoney, hann þarf að fara að nýta þetta tækifæri. Ætlar að hoppa af stað. Og hann sá við fullbox beið hann í keilinu og ætlaði að reyna að grípa hann þegar hann myndi hoppa. En, hann ætlaði að bíða aðeins lengur, reynir að ná... Hann heldur hann inn í storminum. Hann gefur. Hann verður að gefa þetta eftir á endanum, en... Er ekki sniðugt hjá honum. Viltu ekki gefa bakið? Viltu ekki gefa bakið og hann var líka bara, þú veist, hann tók bara óvarða leið þannig í gegn. Já. Er líka aðeins með 6 byggingarefni, þannig að hann er ekki í góðri stöðu. Nei, Stoney ekki í góðri stöðu þarna. Þarf að róta þetta svolítið til vinst til að reyna að koma sér út á full box, virðist alltaf að fara til hægri, þannig að ætti að lifa þetta af, situr líka á medkit, þannig að hann getur komið sér aftur upp í gæti fallið í storminum, sko. Já, ég myndi nú halda að hann kæmist inn með þetta medkit. Nei, þarna fellur hann fyrir einhverjum. Já, það var einhver sem skaut hann, ég veit ekki hver það var einhver sem tók eftir húnu, hvort það hafi verið full boxed. Herru, hérna sjáum við Brekki Uno. Fullt líf, 76 byggingarefni, bara grænt híl en 3 blá híl. 22 eftir. Þarna er einn af fáum sem er með AR, þannig að hann getur tekið þessa fæta eins og til dæmis þarna á móti Gnar á þessu langa færi og gert góðan skaða. Ég hef ekki séð Þjark uppi í blöðrunum aftur. Nei, Þjarkur er fallinn. Spurning hvort Þjarkur sé fallinn, sko. Hann er fallinn, annars væri einn blöðru Eitt fljúandi. Já, einn blöðru strákur, einhvers staðar upp í topnum. Gnar er búinn að koma sér hátt upp. Spurning hvort hann sé inn í hringnum. Finnur það frábærlega edita þarna til að búa til þessa línu. Já, Kristó hérna á toppnum með mikinn high ground en Denas er að nálgast hann. Erum við að fara að sjá Denas móti Kristó með 20 manns eftir? Er það fætinn sem er að fara að gerast eða? Það væri svakalegt sjá Gnar hérna reyna að byggja eitthvað, kíkja í kringu sig. Já, hann heldur góðri stjórn á hringnum hann í kringu sig, leyfir einhverjum að fá eitthvað frítt. Ver sér hérna vel með kóninu til þess að geta kíkt. Ekkert eðlilega vel gert, maður. Þú veist, bara credit where credit's due, sko. Það býr til glugga, en býr líka til markísu, bara fyrir utan til þess að halda sjálfum sér öruggum ef einhver skildi vera hærri heldur en hann. Já. Sjáum Bjarka Panda á kantinum, Gabbi 100, Hilmar Marino. Hringurinn þrengist og er mjög lítill. Já, heldur áfram að þrengjast og það er ennþá slatti af spilurum eftir. Nóa stigum í pottinum. 21 spilar eftir. Við getum farið að sjá Storm Surge hérna strax. Já. Heyrðu, hann er með flugeldabyssuna, þannig að hann veit hvað leikmenn er í kringu sig. Þetta er stór hættulegt Rixi. Mjög margir bara á endanum á storminum. Ekkert að koma sér eitthvað nær miðjunni. Nei, þetta er ákveðin taktík.
Þurfum að senda Drixi á hérna námskeið hjá Björgunstunni örugga meðferð flugelda. Við erum ekki að vera að skjóta þeim út einhverja glugga í jörðina, Drixi. En allir á kantinum og sjáu þið hvert Sóni púllaði. Það alveg hinum. Það þurfa allir þarna að færa sig. Þetta verður kaos og það byrjar. Drixi tók sénsinn að vera fyrstur en það hefur ekki skilið sér. Nei, finnur refresh þarna svo sem á minis en gæti verið bara í mega vesinni og það þurfa allir að fara að hreyfa sig akkurat núna. Denas 13 þarna nálægt Halla Blika, Aimlike Glester og Krummi Hauks, allir þarna á sama fermetranum og núna byrjar hringurinn að hreyfast. Krummi Hauks og Lester að berjast. Krummi Hauks, Denas. Þið þurfa að færa sig yfir allan hringinn. Já, stormurinn líka byrjar að tikka aðeins meira en í byrjun. Lester tekur út Krummi Hauks. 5 fellur. Hann stendur alltaf fyrir sínu að Lester. Notar flugeldabissuna. Sjáu þið þessa aðlögun að þessu. Hann veit nákvæmlega hverjir eru þarna niðri og hvar þeir eru og ákveður að reyna að stoppa og berjast af því að þetta Lester. Hvað gerir hann annað? Denas 13 einungis með eina fellu, það er ekki honum líkt. Nei, og mér sýnst hann að hafa sloppið við Lesterin. Mér sýnst Lesterin hafa ákveðið að halda bara áfram. Nei, hann alltaf við hliðina á honum í vatninu. Denas gerir vel, byggir sjálfa sig út úr þessu vesinni. Með 2 hauskúpur og 130 byggingarefni, slætar inn í sónið. Kemur sér hann onni í sónið, 14 spilar eftir. Já, 3 medkit og hvað er þetta? 240 skjöld sem hann getur endurnýjað. Mikael fallinn hann það. Já, fyrir Lester sem heldur áfram. Sigmar 27 tekur út Breka Uno líka. Hilmar á. Hilmar Marino, Kristó. Hilmar Marino fellur. Kristó er að missa mikið lífi í storminum. Hann byrjar með 5 skaða fyrir hverju sekundu. Okkar maður Bjarki Panda, hann líka í góðan gír. Spurning hvaða 5 tungumálunum sem hann talar. Hann er að tala akkurat núna. Já, 10 leikmenn eftir. Og þarna kemur Lester, hann er lár. Denas ætlar að nýta sitt tækifærið, nær því samt ekki. En það er F á Stöffi og Lester. Brynvarði box á móti Brynvörðu boxi. Og Lester ekki með neina leið út aðra heldur en upp. Heldur betur, sjáum leikmenn að nálgast þetta minnisverki hérna. Og Sóni byrjar að hreyfast aftur, sjáu þið Kristó fullkomlega staðsettur. Hann þarf ekki að hreyfa sig langt, en restin af hópnum þarf að hreyfa sig. Já, aftur Kristó með færðist Sóni. 4 fellur. Sjáu þið hvernig Sóni færist, það færist alla leið yfir fullbox í vesinni eða lendir strax í það að taka skaða á Kristó og þá er hann á móti einum af besta boxfætturunum og þeir þurfa ekkert að hreyfa sig strax. Fullbox. Já, Kristó kom með vegginn. Já, komið með vegginn og bara búinn að þróa hérna heilt hverfi sem að hann á allt og beitar, sjáu þetta, hann beitaði hann inn í box þar sem að hann átti kónið. Magnað. Bjarki Panda, fullbox, vinnur sig út úr þessu en það er ekki nóg. Denas finnur einhverja leið þarna til að ná fellunni. Tekur fullbox. 7 spilar eftir. Já, Kristó tekur út fullbox, 7 spilar eftir, F á Stöffi. F á Stöffi, er hann ekki flopper maðurinn? Jú, með flopperina. Hann er bara, hvað er hann, þú veist? Hann komst inn. Hann er búið með alla. Hvernig gerist það? Og á 48 þannig að hann er rétt svo komist inn. F á Stöffi hlýtur að hafa verið bara, þú veist, hinum einn á kortinu og bara hangið í storminum. Já, Kristó hérna með 5 fellur og færi sig áfram á brúnni. Ég bjóst einhvern veginn við því nýtir hvert einasta tækifæri. Þetta sjáu þið, allar auðlindir eru nýttar og hann þarf að passa sig að enginn komi upp á lestateinana á bakvið hann af því að hann er ekki búinn að byggja neitt til þess að passa sig. Ég er í bestu stöðunni eins og er. Þannig að kemur F á Stöffi, sér hann. F á Stöffi kom með hægrandið. Já. Tekur hann á berinn. Ég held að Kristó sé að fara að reyna að, challengea þetta high ground. Já, hvað Eða hvað? 7-8 spilarar eftir, já. Bjarki Panda fellur hann á móti Sigmari. 7 spilarar eftir. Þarna var eitthvað flugeldabissuna. Það kemur Kristó. Ætlar að láta F á Stöffi hafa fyrir þessu. 5 spilarar eftir. F á Stöffi örugglega vona að hann væri ennþá með 8 floppera til þess að hann geti bara farið og hentur fyrir utan hringa akkurat núna og spreyið. Stöffi fallinn. Kemur, en hei, erum við fara að sjá Denas vs. Kristó. Það verður rosalegt. Efstu 2 sætin. Emil þarna. Það eru 3 eftir. Kristó, Denas, Rich Emil. Er það Elko-deildin Emil? Rich Emil? Hann er búinn að breyta. Hann hlýtur að vera. Spurning. Hann er ríkur eftir hann
Hann fekk sponsinn. Hann fekk sponsinn. Kristó með hægrandið hérna. Fyrir baka. Já. Sjáu þið hvað Denas átta sig á því. Hann þarf að spá í... Flott hjá Denas að setja inn brynvara vegginn. Já. Kristó áallir sér bild þarna. Þægilegt fyrir Kristó að færa sig akkurat tilbaka. Og svona, sko... Svona leikir, þar sem að út með svona náttúrulega hæð eins og þessi brú geta stundum endað í því að báðir spilarar eru bara fastir fyrir ofan og undir og og þeir bara hvor þeir á undan. Þá var ansi gott að vera með þessa 8 fiska eins og við sáum áðan. Denas gæti fest þarna í storminum en spurning hvort Kristó lætur Emil og Denas berast við hvern annan. Já, Denas þarf að hlaupa aðeins inn í stormin til þess að koma sér þarna inn en hann er búinn að missa ansi mikið. Kristó finnur þarna eitt skot á hann að ofan og hann ætlar ekki að gefa honum mikinn séns á að... Denas reynir að taka hægrandið af Kristó. Kristó tekur Denas. Kristó á móti Emil. Hvað gerir Emil? Nær hann hægrandinu? Sjáum Kristó byggja sig upp. Ég sverða það ekkert handrit, gott fólk. Denas vinnur leik 1 og Kristó hér 1 á 1 á móti Rich Emil upp á sigurinn í leik nr. 2. Hitt hann næstu því. 7 fellur á Kristó. Gæti verið hans 8. fella, já. Nálægt því Rich Emil, á hann eitthvað líf eftir, getur hann gert eitthvað, á hann bild. Það var hlaupa þarna, hann ekki með neitt síns mér. Hann dansar fyrir okkur. Í miðjum bardaga. Lítið að bild. Hann vil þetta sé búið. Hann ætlar að stoppa þarna og það er nóg! Kristó. Kristó! 8 fellur, sigrar, leikum með 2. Eins og síðast og eins og við höfum sagt áður. Já, sko, vitið þið hvað Denas var margar fellur í fyrsta leik? 8. Nú. Vitið þið hvað sætanlendi? 1. Þannig að við erum að tala um það að Kristó sagði, hei Denas, varst þú eitthvað að taka fórustuna mér? Já. Með 8 fellum og sigri. Ég sé það með 8 fellum og sigri. Það er rosalegt. Ótrúlegt. Alveg ótrúlegt. Þeir eru ótrúlegir. Eru við búin að auka fórustunana á toppnum eða? Já, ég held það. Þeir voru einu í 3. staða tölunni, sko, 100+. Já, ég held sko, þú veist, það hlýtur eiginlega að vera, en náttúrulega elskodeildin Emil, sem ég gerir ráð fyrir að sé Rich Emil, tók þarna annað sætið og einhverja fellur, þannig að... Svakalegast endgame sem ég séð með topp 3 í sama endgameinu. Já, þú veist, og þeir 3 eftir. Já. Þú veist, þetta er alveg ótrúlegt og ég meina, sko, ef þetta hefði gerst einu sinni, þá hefði ég getað sagt, þetta var tilvílun, getur hver sem er unni leik, skilur þú veist, ef þetta hefði gerst 2 svar, þá svona, já, það er góðu formi, skilur þú veist, en halló, við erum að klára umferð 4 hérna. Denas og Kristó eru bara að skipta þessum leikjum á milli sig. Þetta er ótrúlegt. Þetta eru klárlega 3 bestu leikmenn deildarinnar. Já, ég meina, ef einhver ætlar að afsanna þessa fullyrðingu þína, þá þurfa þeir að gjöra svo vel að mæta inn á server og sína það. Algjörlega. En það er þannig, við ætlum að henda okkur í örstutta auglýsingapásu áður en að við kryfjum leikinn til merðar og förum yfir stigatöfluna að lokinni þessari 4. umferð í elskodeildinni, þannig að ekki fara langt. Velkomin aftur í elskodeildina á þessu, gullfallega mánudagskvöldi, 2 leikir búnir, 2 mismunandi sigurvegarar og öllum á óvörum voru sigurvegararnir Denas 13 og Kristó. Kíkjum á stigatöfluna. Það er 1 stig í þessu. Það er 1 Oh my god. Það munar 1 stigi. Sæll. Já, Denas þarna á toppnum, 31 fellu, 3 sigra, 186 stig. Og Kristó í öðru sæti með 38 fellur og 3 sigra eins og Denas. Já, þetta er þá bara hvar þeir hafa endað
í leikjónum sem þeir unnu ekki sem að skilja þarna á milli skilur eins og ég talaði ef að Kristó, þetta að verða nú falli eins núna hann komið heiturinn í leik 2 Sáum hann í leik 1 þarna hverfa öll hengvöldi líka 20. sæti og á meðan að Denas alltaf þarna, þú veist, í topp 3, topp 5 skilur, þú veist, og við sáum það líka bara hvernig hann var að spila Denas hann lenti þarna í bardaga tiltölulega snemma í þessum leik og hann hvað, 15 mínútum í að flýja frá gæjanum skilur í staðin fyrir að stoppa og fæta því hann veit bara að ég fæ stiginn fyrir það að lifa og við erum hérna núna með hann í efsta sæti með 1 stigi það er 186 stig þetta er minna þetta er 0,7% munur þú veist, á stigum Sko, og síðasta mánunda eftir leik 4 þá var Kristó með 141 stig og 2 sigra á toppnum. Já, síðasti mánudagur eftir, hann var með, þá var hann 6 stigum yfir Denas. Já. Núna hann 1 stig eftir, það ekki mikið í þessu. Hann hefði eftir að kalla og bara reysað. Það bara 1 auka fella. Það verður gaman að sjá svona næstu vikur hvernig þetta verður, hvort þið sé að skiptast á hver tekur fyrsta sæti og hver öðru og það verður svona nýjafnir. Þetta er innvíðið og svo sjáum við þarna Emil alltaf að koma sér í toppinn, var þarna í öðru sæti, byrjaður að bæta við sig hans í fellunum, Relax Lester, ansi, sko, þú veist, alveg tiltölulega nálægt, ég meina, ég ætla að segja það verður alveg erfitt að ná Denas og Kristó upp úr þessu. Það verður erfitt. Það verður erfitt af því að þeir eru svo geggjaðir í að vera alltaf á staðnum. Ef að Lester næri að halda sér aðeins lengur inn í leiknum, að því hann með 34 fellur sem bara svipað á Denas og Kristó, þá hann alveg ánæglega að geta hækka sig alveg töluvert í stigum. Já, Denas og Kristó að nálgast 200 stigin, það sko, þeir eru bara 3 hérna í 3 stöða tölunni, hérna Denas, Kristó og Emil. Já, það er ekkert lítið að stigum allavega sem að þeir eru búin að sanka að sér en þú veist, ég sjáu það, þetta eru 73 stig sem að skilja að Emil og Kristó og til þess að þú lokir þessu 73 stiga bili þá þarf 2 hlutir að gerast. Þú sem Emil eða Lester eða einhver annar í topp 11 þarna, þið þurfa að eiga frábæra leiki. Mikið af fellum, sigur helst. Á sama tíma þá þarf Kristó að eiga slæma leiki og sama með Denas. Þannig að núna förum við svolítið að koma á það stig mótsins þar sem að ef þú ætlar að vinna og þú ert hérna ekki í sæti 1 eða 2 akkur núna þá þarft þú að finna leið til þess að taka þá út snemma í leiknum. Veist, en við þurfum að sjá það að eiga bara slæmt kvöld, ekki bara slæma leiki. Bara slæmt kvöld og bara einhver þarf að lenda og hugsa, hvar róteitar Denas frá Grimgate, hvar ætla ég að sitja fyrir honum, þú veist, af því ég myndi ekki treysta mér til þess að bara lenda á Denas. Skilur, þú veist, ég myndi ekki treysta mér til að lenda á Kristó, þetta eru 2 bestu fætirarnir sem við erum með. En þeir hafa líka alveg sýnt að bæði Emil og Lester, þeir hafa alveg erind í þá, sko. Já. Allan daginn. Síðan líka spurning hvort að Kristó og Denas breyti mögulega hvar þeir lendi. Já. Breytum skinn, þú veist, ég sá að hann var að breytum skinn, þannig að þeir eru búin að vera að gera það. Reyna að fela sig. En það kannski var pínu Denas að falli að hann breytum skinn, en það var ekki viss að það væri Denas. Heyrðu það bara í hann. Kannski gott að vera með skinnið upp á bara hræðsluna, sko, bara, shit, þarna hann. Það geti verið. En ég bara, þú veist, mér finnst þetta ótrúlegt. Ekki bjóst ég við því að við værum hérna eftir 8 leiki og við erum með 3 sigurvegara í heildinni. Þú veist, líka bara 1 stig í þessu. Já, og 1 stig í þessu. Það er galið. Hvar verðum við þegar við erum komin á viku 10? Já, og hvernig verður þetta þegar við erum á landi? Spurning hvernig spennan verður á milli keppanda, hvort það sé við þurfum að ráða fyrir gæslu, sko. Ég sé fyrir mig bara, sko, þú veist, þetta verður eins og hérna prinsinn í boxinu, það verður eitthvað svona walkout allir með sitt eiginlega. Já, bara Denas mætir á einhverju töfrateppi og veist, það er eitthvað þvílít sjó og reykvélar og hérna strópljó, sko. Þetta verður eitthvað geggjað, en bara, þú veist, það verður ekki tekið af þessu. F.A. Stuffy, hann að halda sér þarna í topp 10
maðurinn fann bara 8 floppera, hann fór bara að veiða, skellti sér bara í veiðivötn, þú veist, veiðitímabilið að klárast, 8 flopperar, chillaði fyrir utan storminn og topp 5. Já, sem virtist vera bara of lítið af fiskum, með að hann búin að klára 8 í endgame. Já, spurning hvort hann hafi kannski farið of snemma inn í storminn og byrjaði að nota á. Já. Þú veist, hann alltaf vildi vera með bara, þú veist, þú vilt, ef þú ætlar að púltast rætt, þá viltu vera með 8 fiska í einundrúinu bara þegar að hreyfanlega sónið að byrja, skilur við. Þannig að þú getur alltaf verið seinastur að róta þetta inn og það er allir að berjast á undan þér. Já, akkurat. Þannig að, þú veist, smá finnstilling og við getum bara séð FH Stöffi allt í vera komin í bara topp 2 og eins og óðumaður bara æðandi út úr storminum, þú veist, sóni númer 10 eða eitthvað og þú veist, ná síðustu fellunni. Já, það geti bara vel gert, sko. En það er þannig, hvað sáðu þið meira? Eitthvað skemmtilegt sem að þið tókuð eftir í þessum leik? Það voru, þegar einasta storminu var, þá voru 11 eftir. Það ekki. Ég held að það sé það mesta sem við séð núna. Já. Það ekki? Jú, líka bara, fyrst skipti sem við sjáum eitthvað byggja standardturnin. 2 hæðir, kón, chilla í kóninu og fylgjast með í kringu sig. Einu minnstökinu af þessum spilurum var, ef einhver gæi byrjar að hlaupa að standardturninuðinum og byggja sig upp hliðina á honum, þá þarf þú að instant berjast við hann, ekki, þú veist, chilla og leita að einhverju tækifæri. Þú þarfst að taka ákvörðun. Annað hvort þetta er farinn og bara strax, eða þá þú ætlar að taka bardagann. Akkurat. Hann klikkaði svolítið á því. Já, þeir gerðu það báðir. Þetta var Fylkir. Gunnar Fylkir. Gunnar Fylkir. Já. Og Nei, hver var það? Ég man ekki hver hinn var. Bara man það ekki. Stólið á mig líka. En þeir voru allavega 2 sem voru að gera þetta, en þú veist, þetta er bara standardinn, skilur við, rótitar, byggir 2 hæðir og þú veist, byggir cones, ekki rampa inni, stór hlutur líka sem að kannski margir fórnarspilarar klikka á, þegar þú ert að byggja standardbygginguna þeirra, byggðu cone en ekki rampa, þeir er miklu auðveldara að edita coneið og þú veist, edita hana bara þannig að hún verði að ramp, skilur við, og svo bara, þú veist, golf, cone, setja í coninu, vera með edit functionaldið og fylgjast með í kring. Geggju taktík. Algjörlega. Þú verður þá líka að vera tilbúinn þegar að andstæðingur kemur. Já, mikið rétt. Já, og eitthvað annað sem stóð upp úr þessum leik hjá ykkur fyrir utan bara frábæra framistuðu okkar toppmanna? Ekki hjá mér, sko. Jú, ég ætla að koma inn á eitt. Þessi fætamilli, ég ætla bara að highlighta það. Já. Lester Marsin fætin. Já. Svo hann fengið bara tölvupóst, hvað hann ætlaði að gera. Já, vá, það var það er rétt, sko. Þetta var það var eins og hann var að svindla, sko. Hann bara lagði á stað á undan honum og einhvern veginn greip hann er að spila næsta leik, sko. Já, hann er að spila næsta leik. Já, þú varst að bilda þeirra box, ég er bara komin inn í sónu. Já. Það er bara, nei, þetta var rosalega góðu punktur hjá þér. Hann tók þetta og spilaði þetta af einskeri snilld. Bara, þú veist, editaði sig út hægra megin, inn, tók á mótunum. Já. Það var ekkert annað. En við erum með endursýningar, kannski fáum við að sjá þetta í endursýningunum, þannig að við skulum bara rúlla þeim hér að stað, fylgjast með og draga saman allt það helsta sem gerðist í leik númer 8 hér í Elko-deildinni. Já. Þetta er mitt strattið sem við ætlum að tala um. Þannig er það, Fylkir, Gunnar NPC. Þá kemur Lester upp á honum og byggir sig upp boxið. Já, þetta er sko, hann hefur tækifæri hérna. Já. Núna, já. Veist, þarna varð hann að fara. Hann var aðeins og seinn. Skilur við, þú veist, núna er hann í vesenni. Lester var ekki, held ég vissum að hann væri þarna í kóninu. Ég held að hann hefði haldið að hann væri inn í kassanum, sko. Já, og er jafnvel að reyna að beita sko út skotið. Og svo náttúrulega bara, svo endar í þessari stöðu. Þú ert allt í einu komin í bara build-fight, box-fight á móti Lester. Og við vitum það að Lester hefur reynslu á því. Þegar hann missir aldrei að fight. Gerir rétt hérna samt, ég ætla að reyna að rótita. Óhefnilega fyrir hann, en hann rótitar beint inn í Marsin. Já. Lendir þarna í vesinni, næri ekki hoppinu og já, því miður fær tvo gæja á yfirsnúningi í bakið þarna. Spurning hvort það sé betra að vera bara rólegur og byggja sig í staðinn fyrir að fara í svona opið svæði þar sem að margir aðrir geta skotið. Já, þú veist, þarna aftur, hann hefði bara þurft að byggja leið og hann lendi, skilur við, þú veist, byggðu alltaf vegg fyrir aftan þig, þannig að það sé ekki hægt að skjóta þig ef þú lendir í einhverju veseni, þannig að eins og bara hoppið fór ekki nógu hátt. Svo er alltaf mjög klassist að horfa niður og byggja stiga, sko, það er alltaf verja bakið. Já,
og hérna erum við með þetta Oh my god hann setur Brynjar á vegginn og Lester segir bara, herru, þú kemst ekki neitt nema upp, kallið minn. Já, það var svo vel lesið sko. Lester tekur þarna Mars 6. Lestur? Já. Aim like Lester sko. Aim like Lester, ef það verður ekki Nicky í næstu viku. Já. Það er bara, það er sagt að... Think like Lester sko. Sjó, Marcin var samt næstum að ná honum hann aftur, kom honum á óverum með rótitið. Hvað hlaða þarna, nær sinni skotinu. Já, nær skotinu þarna með shotgun. Frekar en eigar sko. Já, þeir segja allavega að ansi stórt hlutfall ungra drengja getur ekki lesið til gags að loknum grunnskóla en Lester, hann les ekki bara bækur, hann les Fortnite-leiki. Eins og hann hefur verið að lesa hugsanir sko. Já, hann les meira en það sem er í bókinni. Þetta var ótrúlega. Hann er bókin. Já, hann er bókin. En geggjaði fæt þarna og bara frábær sirpa, skilur við, allt frá fylki Gunnar NPC, lendir þarna í hakkavélinni en fær síðan, já, svo fáum við geggjaða sjó þarna frá Lester og Marcin. Kristó, þarna, Andri besti, hinn einstaklingur sem við vorum að tala hann er búinn að gera vel þarna, hann er búinn að nýta sig það að vera inn í húsi, nema Kónið gefur algjörlega upp staðsendinguna. Já, hann hefði þurft að vera með öðruvísi við, sko. Já, annarkvort að vera með metal eða járnið eða bara frábært taktík þegar þú ert í svona húsi, skiptu út öllum veggjum. Þú veist, þú bæði græðir materials en þú býður líka til stórt svæði þar sem þú getur hörfað á og þú átt öll bildin. Þú getur opnað eða kemur hættu. Sko. Já, þannig að leið þú sér þarna að Kristó er að mæta á Kónið mitt að þá bara, þetta mig niður einhvers staðar inn í húsið og tínast. Já, algjörlega Kristó fór út í bunkerinn og safnaði sér fullt af materials og lúti. Við erum ekki búin að sjá spilar að vera með skjöldin á sér það. Captain America? Nei, það er nokkuð. Nei, það virðist ekki vera mettað að vera með skjöldin. Nei, þú færð ekki tækifæri til að nota í þessum leikjum. Þú veist, hvað ætlar að gera? Þú kastar skildinu frá þér og þú ert döður, skilur þú. Gerir 50 skaða. Þetta var frábær bardagi líka, sjáu þið, ekki kleinar hana. Hann stoppar, hann býður. Hann var að býða eftir því að Sixlabot taki síðasta höggi sín megin til að ná veggnum og koma honum á óvörum. Lætur síðan vaða, brýtur vegginn, nær veggnum hana. Beint í felluna. Þetta er mjög vel spilað á honum. Já, rosalega vel og sýnir líka, það er tvíeggja sverð að setja armort veggina allan hringinn. Já, maður þarf að hafa smá pláss til að komast út ef það þarf undir. Og þarna, Lester gefur sér þakið. Sjáu þið hvað voru margir hana maður. Já, það var víst einhverjar frekari uppfæslur á stigatöflunni, þannig að við förum yfir hana þegar að endursýningarnar eru búnar. Sjá, Kristó með 4 fellur tekur full box. Mér líður alltaf eins og Kristó sé alltaf með stjórnina á hvað er að gerast og hvað hann á að vera. Hann er einhvern veginn aldrei eitthvað svona, hvað er ég að gera? Hann er alltaf tilbúinn. Já, og þarna sjáu það líka, þú veist, sjáu það, hann áttar sig á staðsetningunni sinni varðandi stormi. Hann notar það að enginn getur verið í storminu fyrir aftan hann til þess að spara sér efni í bardagann. Það var spurning næstu hvort einn með flopparna komi bara bækja á hann. Já, nákvæmlega. Tekur út full box þarna, Kristó. Já, gerði vel, þrjóskaðist ekki of lengi í svona lélugum fæti full box, heldur bara gaf honum leið og satt fyrir þeirri leið. Hérna sjáu þeir eru 3 eftir og þeir eru akkurat á toppnum á stigatöflunni, þessi 3. Sjáum við mitt aftur Kristó, hann er fyrstur á stað og er með bestu staðsendinguna upp á brúnni sem hann skilaði sem honum lúmst sigurinn. Já. Það gerir náttúrulega mikið, droppar niður þarna, er í þessu er þarna að elta niður Denas. Hann var heppinn þarna samt, hann er greinilega með medalínu sem gefur honum sæfón en þetta var kröftugt skot frá Denas. Já. Ef að Kristó geigar þarna, þá er hann í veðsynni sko. Algjörlega notaði þarna flópir í fyrsti og dansaði síðan þetta rétt. Já, ég held að Emil hafi verið svona pínu svona, já, ekki mikið. Þarna munar litlan að við hittan, já. Sjáu þið viðbragðstíma hjá þeim maður og bara, þú veist, lesturinn á leiknum, skilur við, hann veit bara hvaðan Emil er að koma, hann veit hvað hann á að miða. Þetta er ótrúlegt að sjá þessa bestu spilara. Hoppa niður, tekur felluna með AR. Frábærlega vel spilað. Ég vona einn daginn, þá langar mig langar einn daginn að vera njóta þess heiðurs
að fá að spila með annars vegar Denasi og hins vegar Kristó og Emil og í rauninni bara öllum þessum spilurum af því að ég ekki svona góður, mér langar að upplifa þessa leiki en uppfærslur á stöðutöflunni það vantaði eitthvað inn þannig að núna sjáum við hérna rétta stigatöflu og það er ennþá lítill munur, bara 10 stig en það er allan aðeins meira heldur en 1 Denas akkurat með 4 sigra, ekki 3 eins og við sögum. Þetta er svona 7 sigrar af 8 leikjum, þetta er bílum. 7 sigrar af 8 leikjum, þetta er klikkað sko. Og við sjáum þarna þá, Elko-deild Emil helst eins og það vantaði bara þarna nokkur stig á Denas. Þannig að Denas situr sem fastast á toppi Elko-deildarinnar eftir þessa 4. umferð með 195 stig beint á eftir honum Kristó með 185 stig og í 3. sæti Elko-deild Emil, Rich Emil, af því að hann er útsponsoraður núna. Það vil vera trendur í kvöld að fólk er að breyta nafn. Já, ég vil aim like Lester. Já, ég vil sjá það í næstu. Það sé bara think like Lester. Já, think like Lester. Read like Lester. Það er bara, hann er akkurat þarna í 4. sæti, alveg við það að brjóta 100 stiga múrin. En þetta eru þeir spilarar sem að leiða vagnin eftir þessa 4. umferð. Algjörlega, þetta eru bara þeir bestu í Fortnite á Íslandi í dag samkvæmt Elko-deildinni. Já, og núna þurfa þeir að sína í hvað þeim býr. Þeir þurfa að geta varið titilinn sinn, þeir geta varið stöðu sína efst á þessari stigatöflu í 6 umferðir í viðbót, hvorki meira en minna. Já, og ég held bara eins og ég segja hérna sjáum við þetta næstu útsendingar, mánudagur alltaf mánudag, þannig 7. október, svo 14., 21., 28., 4. nóvember svo 11. nóvember. Þetta eru þær 6 dagsendingar sem eru eftir. Já, 11. nóvember þarna síðasta og hver mánudagur fram að því. Ég ætla rétt að vona það að þetta sé orðin bara hefð hjá fjölskyldum heima fyrir setjast niður. Það þarf ekki alltaf bara að vera pizza á föstudögum. Það má líka vera pizza og Elko-deildin á mánudögum. Algjörlega. Gera smá vel við sig svona upphafi vikunar, byrjana á góðu nótinu. Einmitt. En ertu með eitthvað lokaorð eða eitthvað meira sem vilt koma að í þessari útsendingu? Nei, bara ekkert sem er dettur í hug. Ég held að við séum bara komin á góðum nótum til þess að fara að enda þetta. Frábært. Þá, fyrir hönd mín, Gunnars, Aronsfannar, Stefáns Alla, þá segjum við kærar þakkir fyrir samfylgdina í kvöld. Vonaði hafi notið vel til hamingju til sigurverun okkar beggja og allra þeirra sem að skriðu upp stigatöfluna í kvöld. Það er ekki meira hingað og ekki lengra í kvöld en við sjáumst fersk næsta mánudag fyrir ennþá meiri hasar hér úr Elko-deildinni í Fortnite. Takk kærlega fyrir okkur.